Að við setjum upp skrauti, skellum upp greni, það styttist í það. Að við lýsum upp garðin, greiðum úr seríum, styttist í það. Að við kveikjum á kertum, kósum upp leysi, það styttist í það. Styttist í það. Styttist í það. Að við drögum fram pressi, djöfullinn sjálfur ég pass ekki það. Og hver á að velja víni með steikinni, sér þú það? Já, það bara þannig. Það styttist í jólin. Heldur Er það ekki? Stefán Einar Stefánsson, Kristín Gunnarsdóttir. Eru þið jólabönn? Ægilega mikið jólabönn. Já, þú ert fædd í desember. Já, ég er fædd á dimmasta degi ársins. Já, Enda hefur Stefán kallað mig myrkrahöfðingjan. Það sér aldrei til sólar meiri Kristínu, það er bara þannig. Það er ekki tilvílun hún sé fædd 21. desember. en sko, það er nú þannig samt að það byrjar að birta eftir það. Einmitt, sko. Maður Ef við ekki lítið þannig á það? Jú, einmitt, eftir að... Stefán lítur ekki þannig, en ég skal Nei, gera það. ok, þú ert tilbúin í það. Já. Að daginn tekur að lengja þegar ég kom í heiminn. Já. Vetrarsólstöður. Er það eitthvað svona stjörnumerkja tegnd? Er fólk sem er fætt á sólstöðum? Já. Er það talið öðruvísin annað fólk? Ekta smart fólk, sko, sem er fætt á þessum degi. Reyndar deili ég Sagði ammælistegi... hún að fullri hóverð. Já, ég reyndar deili ammælistegi með reyndar mótnari einstaklingi en mér, sko. Ok. Og það er þingmaðurinn Diljá Mist Einarsdóttir. Já. Hún á afmæli 21. des. Já. Þess vegna langar mömmuna svona mikið að ég sé dóttur hennar í staðan fyrir Diljá. Já, í staðinn, Já. já. Hún hefur alveg, þú veist, sagt það oftar en 3 við mig, sko. Mamma hennar átti stór leik í gær á þessari undraverðu samkomu sem að þið emduð til, þið Ólöf. Já. Það var nú meiri kleppurinn. Já, það er live show, komið gott. Já. Það Hvað, í Austurbæði ekki? Jú. Já. Og voru svona með þetta, aðeins breyttu sniði frá því síðast allavega og ég held að þetta hafa bara verið, þú sér búin að finna þessu öllu til fórhaldu með við vorum að stilla upp, þá var þetta held ég bara dálítið gott, sko. Já. Frá upphæðu til enda var þetta frábær skemmtun. Þetta var dúndur gott efni eins og svona flest það sem frá þeim kemur og svo bætti úr skák að þarna voru líka margir góði gestir sem var forvitnilegt að heyra og sjá. Upphafsatriðið mun seint renna mér á minni. Ég sá það bara á samfélagsmiðlum. Já, það var eitthvað ólætt dansatrið, mér leið bara eins og ég væri komin þarna í eitthvað ásáttíð hjá einhverjum afrískum þjóðflokki. Sér þegar Magnús Ragnarsson með sína löngu skanga fór að teygja sig þetta allar aftur upp á sviðinu. Já, ég get alveg upplýst um það að við Magnús Ragnarsson, við sömdum þennan dans í síðustu viku. Þið eru búin að vera saman á salsa dansnámskeiði? Alls ekki salsa, diskódönsum á Bíldsöða. Afsakið. Já, alltaf. En sko, við ætlum að fara að rifja upp sko þennan dans við lagið Daddy Cool sem var lagið sem var notað. En svo kom í ljós að þetta námskeið gekk ekki betur en það en við mundum ekki dansinn sem okkur var kendur við þetta lag. Þannig að við sömdum bara nýjan sem svona okkur fannst passa tilefninu. Þarna voru þið út um allt og með fólk úr ólíkum áttum, stjórnmálamenn auðvitað sem að þurfa að geifla sig til þess að reyna að draga upp einhverja svona mennskari mynda sér heldur en almennt text í fjárlagavinnu eða öðru slíku. Já, Sigríður Margrét Oddsdóttir stökk, hún var búin að vera í einhverjum mjög þungum örorku lífeyris samningafundi og stökk hann inn í diskódans. Okay. Og þetta var þannig að það bættist alltaf við, svona, það kom svona alltaf 2 saman sem bættist í hópin, þannig að í lokin þá voru við orðin eitthvað 10 þannig á sviðinu. Var Sólveig Anna Jónsdóttir í dansatriðinu? Nei, hún var ekki þar. Nei, en hún var í salnum. Hún var í salnum. Og kom upp á svið. Já. Æðisleg, hún Sólveig frænka mín. Já, þið hefur alltaf verið góði vinnir. Nei, við höfum ekkert alltaf verið góði vinnir. Ég hef lengi verið aðdáandi hennar. Ég var á tímabili hræddur við hana. Mér fannst svo mikil geðveiki stafa af öllum þessum aðgerðum þeirra þegar við voru einhvern veginn að taka Eflingu yfir og hún sagði að þetta var allt í einhverja hálótti. Svo hefur hún einhvern veginn stabiliserast. Ég veit ekki hvort það sé bara eitthvað lifið eitthvað en það allavega hún er bara orðin ótrúlega settlegur verkefnisleiðtogi og talar af einurð fyrir hérna verðsett og vinnumarkaði og ég bara tek ofan fyrir henni. Já, maður hefur séð það gera svona síðustu 18 mánuði eða svo, svona sem að hún er bara vaxið. Gjörbreytt staða. Já. Ég held að sé samt alveg full ástæða að vera áfram hrædd við hana. Já. Já, þú veist, hún alveg, ég myndi ekki vel að lenda í henni, sko. Ég skal taka það til skoðunar. Já. Kannski það hluti af plottinu að haga sig þannig að Stefán hætti að vera hræddur. Þá fyrst. Það sem að verða værukær. Já, þá kemur hún og sker mig á háls. Fyrsti maðurinn sem fyrir gúlagið. Ég verð það reyndar. Ég er sammála fyrir nokkuð. En það var þetta dansatri, ég verð að viðkenna að það datta mér andlitið þegar ég sá... Við skulum segja hver var í því, sko. Áður hún fara að finna að þessu, sko. Ef að segja
Já, þetta byrjaði með mér og Magnús Ragnarssoni. Já. Í hópinn bættust Hildur Björnsdóttir, oddviti Ég ætla Sjálfstæðismanna. bara að tala svona stuttlega þetta kvöld. Nei, það verður allir þátturinn undir og reynda með að ég að segja það. Við ætlum að endur segja þáttinn. Gefa ykkur hérna bóli, strákar mínir. Sem krakkarnir hérna í IT House of Brands hafa gert fyrir okkur. Já, einmitt. Sameiginlegi vinnur okkar. Það er ekki svo velkist. Já, takk fyrir. Er þetta ekki sama snið og frelsisbólinnir? Jú, þetta er allt sama snið. Það er bara eitt ríki snið hjá krökkunum. Þannig að gjör svo vel, vinnur. Þetta eru bólir sem fara ótrúlega vel á feitu fólki. Þetta kemur vel út af mér. Já, geggja. En ertu vissum að þetta sé nóg stór? Já, þetta er Ok, áfram með þetta dansatriði. Sorry, ég skal vera fljót, sko. En svo kemur Hildur og Sigurður Margrét, eins og ég sagði þig. Svo kemur Einar Þorsteinsson og Hildur Sverrisdóttir. Og svo bættust þarna í hópinn, býtum nú við, Sigríður Björk Guðmundsdóttir, lögreglustjóri. Fyrrverandi. Já, fyrirgefðu. Hún er minn stjóri ennþá. Og Núna sérfræðingur og ofurlaunum í dómsmálaráðuneytinu. Já. Okay. Og svo Einar Þorsteinsson og svo Ólöf og Sigurður Ingi sem kom hana og var með bara gerði mjög gott mót. Sigurður Ingi. Hann er komið svona skegg. Þið voru að gera grínaði hvað hann væri sko þegar hann komið vettlúki og svona. Nú er hann grenskallinn og ég held að sé komið bondæðisæts og ég sé nú ekki vel. Þú örfaðist. Nei, ég ger það nú ekki en ég hugsaði svakalega líkist að orðið Kenny Rogers og hugsaði hvað vera formaður Framsóknarflokksins. Ekki leiðum að líkast. Ég spurði bara, hvað er Dolly Parton? En þá kom Sigríður Björk Guðjónsdóttir, það er ekki alveg samfærlegt. Hvað var hún að gera? Ríkislögreglustjóri hrökklast vegna hneykslismál úr embætti og bara viku síðar þannig að dilla sér upp á sviði í einhverju fríksjói. Já. Hvað vilt hann gera? Leggist bara inn í einhvern hetti og skammist sín til leiðilegan hans? Það var ekki endarleg staðfesting á því að þetta var komið gott hjá henni. Nei. Veist það, mér fannst þetta elegant. Heyrðu, bara upp með hökuna. Þetta var alltaf með henni elegant. Það var eitthvað ótrúlega óþægilegt. Með hökuna. Ég opnaði mér aðra kampaði sko þann út í sal. En ég ætla bara, nú skulum við hægt að tala um dans, en ég ætla samt að segja þér, Gísli, af því að þú mistir af þessu og það er ekki gott. En það stóð allur salurinn upp og dillaði sér með nema leiðilegasti fjölmiðlamaður Íslands, Stefán Einar Stefánsson. Já. Hann sat sem fastast. Tókuð eftir því? Nei, það komu svona 18 manns upp að mér og segði, ég ætla að láta þið vita það, að það voru allir í stuði nema einn maður. Ég bara, ok. Eftir ég sá hann að Sigríður Björk koma þarna, baðandi út öllum þessum útlimum sínum. Bara dasti svo mikið óstuð. Óstuð, ég fekk bara svo mikla lömurakennd í hnén. Ég bara gat ekki staðu. Svona læðist örorkan aftan að manni. Ótrúlegt. Segðu mentamálur á það. Heyrði, þú ætlar að kant fylla allt hérna, segi ég. Já, hvað ertu að bjóða upp á hérna? Ég er náttúrulega ekki að bjóða upp á neitt. Þetta er Kampaðarsfélagið, mitt gamla fyrirtæki sem ég seldi. Og Styrmi Bjarki, hann baði mig um að koma hér með 2 flöskur frá Austurríki. Okay. Við vorum þarna saman í sumar. Ég byrjaði að flytja inn FS Pichler á sínum tíma sem er talinn og er virtasta víngerð Austurríkis, framlega frábær Ríslingvín og Grunne Vellinervín, hvítvín. Nefnum hvaða 500 metrum frá FS Pichler í Vakká, sem er þetta fræga vínræktarhérað, þar er framleiðandi sem heitir Knoll og er mjög tradisjónal, mjög ólíkir framleiðendur. Þannig að við erum hérna annars vegar með Rísling frá þeim og hins vegar Rísling frá FS Pichler 2024 árgerð og 2014 árgerð og þið sjáðu litamunin á þessu. Já, viltu ekki snúa flöskuna þannig að fólk sjái? Nú, við erum í útsendingu. Nú eru að haga almennilega, við erum í... Já, er kannski hægt að klippa út þetta sem ég var að segja hérna ótrúlega ferskur og frískur þessi ungi Rísling frá FS Pichler, ljósi. Já, byrja á honum. Já, það er svona freyðandi tilfinning í honum, þó þetta sé ekki freyðin, þetta er bara hvítvín. Og hérna, ananas kemurinn, alveg. Ljómandi gott. Heyra þessa stunur í honum Stefán yfir þessu, ótrúlega gaman. Það marrar í mér. Já. Og svo er þetta er þetta meira svona, það sem maður myndi kalla á góðri ensku heavy duty Rísling, orðin 11 ára gamall. Þetta er vín sem er mjög gott að borða með til þess kraftmiklu mat og ég sé hérna að það er komið mikið jólastemning í Jónörn í kjötkompaníinu og hansfélaga. Þetta er mjög skemmtilega hvítvín að taka til þess með patiðinu og öðru slíku. Er þetta ekki önd hérna? Fólk er alltaf að byrja að panta sér fyrir jólin frá kjötkompaníinu. Já. Þannig að þá hvítvín ég eitthvað svona með. Það þarf að eiga gott hvítvín og... Er þetta svona bolti? Svona... Þetta er svona hvítvínsbolti, þetta er ekki eikað, ekki þeim skilningi.
En þetta líka mjög gott. Þið myndu fara á svona öflugustu sommeliera heimsins, þá myndu svona 80% þeirra að segja Riesling uppáhalds þrúan mín. Rieslingin þetta vannmetið vín vegna, og sérstaklega Íslandi vegna að hér eru heilu kynslóðurnar aldar upp á dísætum Riesling, Blue Nun og einhverju svona viðbjóði. Þetta eru þurrir Rieslingar. Þetta eru einhver skemmtilegustu hvítvín sem maður getur komist í. Já. Þess vegna hóf ég innreið mína á þennan austríska markað á sinni tíma. Það var engin eiginlega sinnað þessu og Kamparsýla hefur tekið algjör á forystu í því að þefa uppi og hella gæða hvítvíni og reyndarauðvíni líka frá austrískum framleiðendum. Vissir þú þetta allt? Vínin? Nei. En ég bjó náttúrulega lengi í Þýskalandi, þannig að ég hef drukkið alveg ógrynni af þurrum góðum Riesling, sko. Þannig að það er ekki nýtt fyrir mér. Já. En ég vil heyra náttúrulega ennþá lengri Ekki svona versjón vönduð. bara eftir af þessu öllu, sko. Þetta er svo Ég kom með fleiri flöskur. yndislegt að setja undir þessu. Já. Já, þetta er gott þegar maður er á svona 2 tíma svefni eins og ég, þá þetta er akkurat svona prógrammið. Já, sem maður vill. og mætt hérna í 3 tíma þátt. Nákvæmlega. Já. Herru, talandi við vorum að tala góð sjó hérna áðan. Það verður sjó 30. desember. Við vorum að tala næst besta sjó hérna áðan. Já. Sem alltaf svona upphittun fyrir það sem síðan kemur hjá okkur. Þannig að nú fyrir við að tala eitthvað alvöru. Já. Fullorins. Áramótabomban. Áramóta sprengja, þjóðmála. Kallar þetta áramótasprengjuna. Já. Sem fer að, sko, fyrir sölu. Við settum áramótasprengjuna í sölu á þriðjudaginn fyrir gesti þjóðmálastofunar. Og ég skal bara viðurkenna það, ég átti vona því að það myndi seljast upp kannski helmingurinn á settunum eða eitthvað álíka, kannski aðeins meira. Það seldist upp. Kláruðust miðarnir í Borgarleikhúsinu. Er ekki skála fyrir því? Já, bara frábært. Já. Það er elegant. Já. Þannig að við þurfum einhvern veginn að finna ráð til að fá fleiri. Það er ennþá verið að hamast í okkur að fá miða. Einmitt. Það er reyndar, sko, það eru ekki dýrlegi dagar að fara í hönd fyrir þig, sko, að þurfa að díla við þennan ágang á aðvendinni. Þú þekkir þetta? Ég þekki þetta. Já. Þú lentir meðal hans í mér. Já. Ég var út í Miami og klúraðist hjá mér pöntun. Já. Hvernig finnst þér auglýsingin? Við rættum hana stuttlega á hann, sko. Hérna, okkur er Höddi með bóa hann í hotninu. Höddi Hörður Ægjesson mætti ekki í myndatökuna. Ég skil, einmitt. Alveg svo hann mætti ekki á gólfmótið í sumar. Ok, Þannig já. Þannig að hann er hortkærling. Við letum gera þetta pappaspjald á honum. Ég skil. Já, er þetta pappaspjald? Sem við, já. Hörður fylgir okkur hversu við fyrir. Þú sér það, hann er ekki á myndinni í persónu. Já, það er til sambarlegt pappaspjald af Orra Haugsinni. Sem er svona á ferð og flug bæinn. Það er alltaf verið að taka svona mynd af Þetta er svolítið. Ég er að fara í flug núna á laugardaginn. Ég keypti sæti undir hörð, eða það sé að pappaspjaldið ég ætla að hafa hann með mér. Flott, já. Nei, mér finnst þetta bara æðislega, sérstaklega þú Gísli. Já. Þú ert svona næstuði innst þunglindislegur og þú varst áðan hérna þegar Stefán mætti seint. Já, sko, þú veist, stundu segja menn sko að mynd segja meira en 1000 orð. Já. Þarna er ég bara með þessa stráka í eftirdrægi. Og flesti dagar hjá mér eru svona. Örn hann að nýbakaða faðir, það er frábært að sjá. Já, eða afi. Hver liggur þarna á barnum? Þetta er Óskar bróði minn, sýnist mér. Þórður heitir Gunnarsson. Það ekki. Blessu sé minni kanns. Já. En sko, við setjum auka miða í sölu í dag. Þessi þáttur er sýndur á föstudegi. Já. Skellum þessu í sölu. Við látum gera pallip á sviði. Ég var alltaf að bæta við. Bara hérna, þeir hjá Borgarleikhúsinu. Þeir tala bara í lausnum. Já. Ótrúlega að vinna með þeim. Já, geggjað. Flott fólk. Hvað getið þið bætt í mörgum upp á sviði? Ég held að það sé 100 manns. Upp á sviði? Já. Ok, þið verðið bara á okkur lítilli skonsu þarna þá, þið strákanir. Já, við verðum bara frammi, sko. Já, ok. Við verðum á litla sviðinu. Þið verðið á kynlíkránu bara. Við höfum grenn svo mikið, þetta er ekkert mál. Já. En við hvetjum fólk til að kíkja á það. Þetta kemur í sölu í dag. Kíkja svo auðvitað á Jómfrúna í Borgarleikhúsinu og Kringlukrána og gera sér svona góðan dag úr þessu. Ekki? Jú. Þetta er líka bara... Eigum við að geyma 2 miða, kannski fyrir einhverja hefna? Var það ekki sniðugt? Jú, ég held að við ætlum að geyma, við drögum út, er það ekki bara einhverja öfluga sem er að fylgja okkur á YouTube? Já. Við viljum sjá fólk nýta þá rás, ekki síður heldur en Spotify. Einmitt. Þannig að þeir sem að fylgja okkur á YouTube, þeir eiga von á því að geta hreft þessa fágætu miða. Hvetjum Það fólk er til þessi að... komið svartu markaður með, eða svona Jú, alltaf. Myndast það? Það er alltaf Pottur þannig. það, Já. Hvað er þetta að seljast á? Svona eins og hjá ykkur? Ertu að menna í endursölu? Já. Það er bara vest að lækkar á þeim, sko. Já, Hjá okkur munu svartumarkaður hækka verðið, sko. Já, þetta lækkar, já.
svona hrakvirðis. Já, fólk svona að losa sig við. Svo gaman að vera í teipakeppni við Gísla, sko. Ég lít nú ekki á það sem eina keppni, en... Þetta er náttúrulega bara, já, sko, í YouTube-brásuna, við hvetjum fólk til að skrá sig áskrift þar, subscribe eins og unga fólki segir, og og við draugum út 2 hefna, við ekki gera bara síðast þetta fyrir jól. Jú, það væri elegant. Já, 2 miða. Já. En þetta auðvitað bara minni fólk að mikilvægt þess að vera í þjóðmálastofunni. Ég svo að Bubbi Mortens að byrja að selja miða á 70 samaristónleika sína í júní á næsta ári. Við erum sagt að það kosti 40 skall í sæti. Flott. Já, það er gott hjá honum. Ég meina, hann veit að hann selur þetta. Já, en á Jón Ásgeir ekki réttin að þessu? Ég held að hann hafi keypt á hann réttin. Ég veit Ég held að sé bara að fara að pumpa út úr þessu gamla manninum eins og hægt er, sko. Ég er bara hrifin. Það er náttúrulega, ég er að Þér segja finnst þetta smekklaust? það eru svona korter í næsta efnaðarshrun á Íslandi. Já, ég er saman Bubbi Mortens er að fara að halda reisatónleika og kosta 40 skall, hann er konar reynsóður. Það er kólibur í fuglinn. Bubbi vinur okkar, sko. 06 voru náttúrulega stórtónleika í Laugardalshöll, eins og maður stættir. Já. Voru þið á þeim? Nei. Ég horfði á það einhvern veginn, þeir voru sýndir einhvern veginn. Það voru flotti tónleikar. Já. Mjög vel gert. Stórkostlegur tónlist, það er bara frábær listamæður. Hann var nú hér í gestur í þættinum með 300. Já, í þætti þjóðmála. gott viðtal. Já, það var En nú er skemmtilegur þáttur. En nú er það 06 Já. Þannig að Já, gott hjá honum. verður þetta, já, þetta er þetta ætlar að leggja mikið undir, Stefán? Er þetta spá þínum efnahegin? Ég meina þetta er bara, var það ekki bara eitthvað 9 mánuð fyrir bankarhunni, þá mætti Bubbi eitthvað viðtal og gorta sig að því að hann væri aldrei lengur en 9 mánuð á hverjum bíl og var á einhverjum gildur Range-Rover. Og svo var hann í 200 skona prímalóttúlpunni frá 66 á norður að syngja fyrir utan Seðlabankan að kenna Davíð Oddsson alþjóðlegu fjármálakreppuna. Það var þetta allt og þetta tímabil, sko. Hugsið ykkur alla geðvíkina, Hallgrím Helgason og Gunnar Helgason og alla þessar rugludallar sem að flutu bara upp á yfirborðið í þessum aðstæðum. Já. Og það tók okkur 15 ára að sópa upp eftir það rugl, sko. Við erum enn að því. Hugsaður hvað er að fara að hellast yfir okkur núna. Og þeir bræðu náttúrulega báðir með 12 mánaða listamannlun. Bara auðvitað Gunnar Helgason í þessu fíblagangi, bara á fullum launum. Hann er nú samt að skrifa bandabækur. Við erum nú ágætlega Ég myndi aldrei láta börnin mín lesa bækur eftir Gunnar Helgason, bara aldrei. Kem ekki til greina. Þú ert líka með ógnarstjórn á þínu heim. Nei, menna þú... Þetta er bara heilbrigð skynsemi. Þetta er bara Ég heilbrigð tek bara undir skynsemi. þetta. Já, dytti það ekki í hug undir neinum kringumstæðum. Ég held að syni þínir séu á skólabókasafninu út í hotni að lesa Gunnar Helgason. Býðjandi bókasafnæðingar að upplýsa föðurinn ekki. Kolbrún Bergþórsdóttir, vinkon okkar, stóru vinkon okkar, hún þegar ég var að vinna á bóka og lét mig hafa einhvern bók eftir Gunnar til að fara með heim, því að hún og dóttir mín þekkjast og deila þessum áhuga á bókum og lestri. Bókin skilaði sér ekki heim, sko. Nei, hún komst aldrei á leiðan þetta. Beint í pappistununa bara. Já, bara þú veist, hún fór allan ekki heim. Nei, ok. Afdrifinnar eru ókunn. Já. En það eru engar bækur eftir Gunnar Helgason á mínu heimili. En það er fullt af barnabókum með þetta. Þetta er svona svipað þegar mér eru gefin spil, svona borðspil og svona drasl, kviss og þetta drasl. Þetta er allt í pappistununa bara beint. Það? Já. Lætur ekki börnin spila eða? Nei. Akkur ekki? Af því Það ég er nenni votta ekki. Jehóvi. Það mega ekki spila. Mátti ekki greina frá þessu, þetta viðkoma persónuupplýsing. En sko, þó að þú sért á móti spilum, sko, með að krakkarnir ekki spila og... Einmitt, þó að Stefán hati Gunnar Helgason og þú með að börnin ekki að orna sér við þetta. Þetta er miskilningu, við hötum engan mann. Nei. Alls ekki, sko. Okay, bara fyrirlítum mein illa við hans bókmyndir. Já. Einmitt, sko. Nei, ég vil helst ekki alveg ykkur spila börn, vegna þess að ég nenni ekki að spila við þau. Og þú veist, ég nenni ekki að fá óbeit á allir sem ég bý með. Þannig að þú veist, þetta er bara svona. Þú stundar engar íþróttir, keppnisíþróttir. Stundar þau engar keppnisíþróttir? Nei. Ok. Já. Varst það líka mér við harðstjóra? Nei, ég var nú myrkrahöfðingi hérna í upphafið þáttar. Já, það er nefnilega það sem þú ert. Og er alltaf að koma betur og betur í ljós. Já. Ég segi bara eins og Georg Bjartfriðarsson sagði við Hannes Holmstein í nætuvaktinni annum árið. Nei, heyrðu, þeim hefur bara næstu því tekist að greiða yfir hornin. Já. Nei, hugsiði bara til mín þegar þið standið á okkur ömurlegri hlíðarlínu ykkur staðar klukkan 8:15 eða þú á okkur ömurlegri innanhúsmóti klukkan... Ég hef gert hvoru tveggja en það er ekkert ömurlegt við þetta. Já, og eru bara að klopna innan og kannski að tala til Stefán svo því ég veit að hann hatar þetta. Hugsaði bara, það er val. Þetta er val, sko. Það er, já. Já. Ok, setjum bara punkt þar. Ég vil bara ekki að börnin mín verði einhverja feitabólur, sko. Ég meina, ok. Þau verða að hreyfa sig. Og hvað er betur en að setja þau bara í einhverja svona hópeflis íþrótti til þess? Já, þú getur til dæmis sett á í diskodansa. Það er einu hugmynd. Já.
diskodansa sem að maður man ekki eins og þú varst að segja á hann og myndir ekki eins og dansi sem var Já, lefur. en ég hef confidence en ég bara sé minn eigin dans sko. Ég En ég meina, segi það er alveg hægt að vera ekki sílspekaður en vera ekki í íþróttum. Það er Ég mín segi sög. bara eins og Voltaire sagði, sko, það dansar engin ódrukkin maður. En þessi kolkrabba dans þarna upp á sviðan í gerð, auðvitað var þetta frábært. En með ríkislögreglustjóran fyrir þarna að juskast, þetta var já, það hefði ekki verið hægt að horfa á þetta allsgáður. En það var náttúrulega engin allsgóður þarna inni. Nei. Salan á barnum hún var eiginlega bara En sko, átakaleg. Og ódýrt vínið. Kampænið, kampænið kosti ekki með 12 skall flaskan, Já. sem Þú vildir hafa þetta dýrara. mér finnst þetta aðeins Setja niður, já, einmitt, alltaf kemur það. Ekki var ég með ógnarstjórn við starfsfólk barsins, það bara vinnu sína vinnu og ég vinn mína. Herru, næsta mál, já, Kristi, í alvöru. ég sögðum þetta í upphafi sko, við spilum þetta skemmtilega lag með Bakalút að styttist í það, styttist í jólin. Ertu jólabarn eða þú veist, Þú ert búin að spyrja hann að þessu. nei, ég meina, þú veist, Ég ætlar að vera tönnert. nei, ég ætla að koma að því, sko, er einhverja hefðir eða svona einhverja venjur sem að Sko, ég verður að halda í eða, er náttúrulega sjálfsögð eins og getur væntalega getur til mér á móti öllum svona hefðum já, það er þess sem ég er að spyrja, sko. Ég þótt þessi vita svarið. og hef svona lagt mig fram við að hafa engar slíkar Ok, og móði mín er mjög svona heldur í hefðir og þannig að auðvitað fer ég á móti því sko. Þannig að þú veist, ég er bara með alltaf þau jól sem henda hverju sinni sko. Þú veist, ég var með á tímabili mín svona mjög, þú veist, alla stelpurnar mína voru mjög litlar og svona mikill æsingur. Þá var ég bara, þú veist, leiðin bara að opna pakkana bara allan aðfangadag og svo fór það bara í beddan kl. 8 sko. Og þá bara gerði ég jólamat og svona. Og svo Já, bara ok. næsta ár þá gerði ég aðeins öðruvísi, þá var orðna stærri og svona. En ég geri bara nákvæmlega það sem henda mér á jólunum. Það kemur óvart. Já, þessi ekki spes. er þú Ég er mikið í hefðunum. Já. Þú veist, það er, það kemur gífur óvart. ef ég mætti ekki í messu á aftansöng á jólum, þá hlusta maður auðvitað á kirkjuklukkunar í Dómkirkjunni, ringja inn jólin og hann er þeim dúr. Ég ætla núna að gera dálitla breytingar í ljósi breyttra haga. Ég ætla að leika mér aðeins með rjúpu, elda rjúpu eins og pabbi gerði Já, og svona endurvekja þá hefð. Þannig að hefðir og þú veist, gamla ljóta jólaskrautið á jólatrénu, það verður að vera þú veist, og þessi hlutir. Það er að sjóða rjúpuna svona alveg til dauða eins og menn af hans kynslóð gerir vantarlega. Nei, Ok, ég ætla ekki að gera það. Ég ætla að pönnusteikjana, Já, en kannski að létt sjóðana. en þú ert ekki að skjóta sjálfur. Nei, ég er ekki með byssulefi. Ég er skít hræddur við byssur. Það, Já, mér er mjög illa við það. ég skal bara fara með þig að skjóta. Nei, já takk, nei takk. Ég læti aðrum það, en sko aðalatriðið í rjúpunni er auðvitað sósan og það snýst auðvitað mikið fóarnið og hvernig Alltaf gera soð. sá innmatur er verkaður. Og ég ætla svona að reyna að endur lifa þetta, nú er pabbi fallin frá, en ég ætla svona að gera þetta í hans minningu. Já, bara ég ber miklu vinningu fyrir því. Skemmtilegt. Eitt af þessum náttúrulega er hefðu jólin, náttúrulega konfekt. Já. Eða ekki? Já. Þetta er ný vara frá Nóa Konfekt, eða Nóa Sirius. Ég er búin að borða eitt pakka af þessu. Láta Já. Stefán fá báða að þessu. Því Nei, ekki þú ætla tekur ég að borða annan. þetta. Ha? Ég ætla ekki að borða þetta sko. Nei, og börnina mega ekki borða konfekt. Fá ekki kynnast namminu. Nei, þau veit ekki hvað hugtakið konfekt er. Sko, það eru eiginlega orðin vinslit hjá mér og markastjóra Nóa Sirius sem er góð yngur minn annarfræða Gísladóttir. Já, en bara henni finnst mín framganga í að drulla yfir þetta sælgæti vera komin á þann stað að við dreila bara orðið mjög erfitt sko. Finnst þér þetta vont? Eða er þetta bara óttinn við að bæta á sig gramminu? Bæði. Er þetta ekki bara eitthvað yfirlæti? Jú, líka. Já. Þetta er yfirlæti, þetta er ótti. Ég þarf ekki konfekt. Þú tekur þetta bara hérna. Gjör þetta svo vel. Borða þú þetta? En reyndar er þetta hana malt og, já, sko, ymmit, sko. Malt og appelsín, það er nú eitt. Það er mesti viðbjóður sem hægt er að innbyrða. Er það ekki sammála því? Svona jólaöl. Svo ógíslegt. Ég drekk hvítöl einu sinn á ári. Já. Og það er bara vegna sem ég neðist þess. Ég neittu til að borða mikið magna hangikjöti í aðstæðum sem ég kemst ekki út úr og það eina sem er í boði að drekka með því. Þú verður að drekka eitthvað með. Er þetta jólamaturinn á Morgunblaðinu? Nei, þetta er öðru stað, í leyndum. Já. Og það er bara hvítöl. Þannig að ég drekk, þetta er svona svipað, ég drekk Campari sóda einu svona ári og það er bara því ég kemst ekki hjá því. Já. Malt og appelsín er andstyggð
Þannig að ég mun ekki sko leggja mér þetta til munns, það er ljóst. Malt andstyggð, en appelsín gott. Já, saman, hræðilegt. Af hverju gera menn? Já, bara svo Gísli. viðmældu mínu hér í dag Viðbjóður. Einhverju fleiri styrtaraðar sem við getum drullað fólk að kaupa sko konfekt og malt og appelsín bara eins og enginn sem morgundagurinn í desember bara, Ég veit það, þess vegna alþýðan. finnst mér bara mikilvægt að þessi rödd fá að heyrast. já, Af því að þú veist, það er ykkur rödd núti, heima á tjúbunni góðu eitthvað á nærbúrsunum að horfa á þetta og sem finnst líka malt og appelsín vond. Þannig að þau svona fá já, mjög fáir sko Þetta er valdeflandi fyrir það. ég er samt bara ánægð með þetta, þú veist, af því að við erum hérna hlaðvarp sko alþýðunar, þú veist, allir að hlusta og það er bara fínt að fá öðru hvoru svona eitthvað yfirrættis fólk hérna inn í þáttinn sem að getur svona að tala niður til þjóðarinnar. Já. Þú er ekki hugsaður að segja vinni á landlæðisembættinu? Jú, ég er bara að hugsa það mjög alvarlega. En ég meina Alma Möller er búin að segja, hún gaf það út núna í vikunni að Íslendingar væru allt of feitir og ég tek undir hvert orð. Nú hún ekkert sérstaklega grönn sjálf. Það er svo kannski önnur saga, en já, ég meina það er ráðherrafitan, hún leggst á hana eins og aðra. Já, það er að leggjast á þá. Það gerist, ráðherrafitan næðir öllum, sko. Hvað, svo kemur Sigur Ingi bara þá grannur og með skegg og... Leið hún hættir ráðherra. Ekki ráðherra og ekki formaður mikið lengur, sko. Nei, hann var að losna. Já, þannig að hann er bara orðin, þetta gerist, ég meina, sér Bjarna, ekkert eðlilega örvandi eftir hann hætti. Ég meina, Áslaug Arna, hvað er hann búin að skafa sér 10 kíló eða eitthvað þannig í New York? Þú veist, þetta gerist þegar fólk tekur ákvörðun að hætta þessu kjaftaði. Er það ekki, ef maður sér ekki grennast í dag þá horfum við á svona ásakandi augum að viðkomandi og já, það er pennan þessi. Nei. Jú, taldið. Já, þú veist, jú. Hver er feitasti þingmaðurinn? Ég horfi svo lítið á alþingisráðina. Getur við fengið lista hérna yfir þingmennur, kom aðeins fara yfir þetta, Við erum ekki að fara yfir það. En sko, eina sem Ölmu Möller dettur í hug er óhóllustu skattur. Gísli. Getum við aðeins hérna... Nei, strákar. Það var fjallaðans þennan óhóllustu skatt sem að er enda ekki annað en sigurskattur sko. Já. Bara kalla hlutin réttur nöfnum. Aðeins í þætti gerðarsins við varum með hérna Ingvar Þór og Gunnar Úlfarsson í þætti. Voru ekki hrifnir af þessu? Alveg svakalega. Já, mitt sko. Þetta er alltaf bara, þú veist, algjörlega tilkvæmslega það var laður á sigurskattur ég glimta sem segja að þetta er mig gerð. Já, voru ekki Steingrímur og Jóhannesdóttir lagði á sigurskatt. Já, einmitt, mandi því. Og ég heyrði af hérna, það voru nokkrir sem að er í matvælaframleiðslu í Íslandi sem að tóku sér saman og keyptu sér gám af sykri. Já. Svo voru bara með gám einhvers staðar, fullan bara hvítum sykri. Já, þeir nota sykri sinni framleiðslu, bakarar og fleira. Já. Hamstar þetta? Svo bara, já, það bara keyptu sér gám. Bara gæðabakstur, ömmubakstur, bara allt þetta. Já, bara ég ætla ekki að segja hverja það voru. Já. En hérna... Er enn að vinna... Nei, ég held að sé nú búin við gáminn núna, sko, en þeir bara... En þeir þurft að byrja sér verulega. Þetta er bara svo fólk er að byrja sér bara bílum núna. Já. Það er þarna, var þetta ekki einhver verkefnastjóri, einhverja lýðheilsu hjá landlæknisembættinu sem að var að lýsa sig yfir að kalla eftir skattheimtu. Ég legg til að, ég styði þetta, en ég held að við ættum hins vegar að gera þetta réttur röð og byrja á því að setja skattleggja heimsku. Bara skattur á heimsku og ég held að ef við skattleggjum hana nógu hátt, þá munur ríkissjóður þetta græða, það er nóg af henni í heiminum. Og þá kannski losnum við svona hugmyndur leið sko. Því að það þarf skatt á þessa heimsku. Og ég fór þarna inn á heimasíðu landlæknisembættisins. Hvað þetta vinni margir verkefnastjórar þar á einhver lýðheilsusvið? Verkefnastjóri hins og þess og alls og veit ekki hvað. Er ekki gamli tökur alltaf cirka helmingur? Ég þessi 23 verkefnastjórar hjá landlæknisembættinu að vinna lýðheilsumál. Hvað haldið þetta fólk sig að gera á inni skónum allan daginn? Haldið þetta breyta einhverju? Hrasa þá og motturnar. Ég segi bara eins og langafi svona minna. Mottur eiga að vera upp á veggjum. Þær eru slysagildrur. En ég veit nú ekki hvað ég var að nefna það, en að öðru máli. Þetta landlæknisembætti og svona hugmyndir, þetta er svo fjarstæðukennt og maður hugsa bara, nú borða ég einhvern sigur eitthvað svo leiðis. Hvað djöflinu kemur það þessu fólki við? Ölmu Möller eða einhverjum landlæknir eða hvort að ég borði einhver óhaldlustu eða drekki og mikið vín eða hvað er. Þú verður bakki á heilbrigðiskerfinu. Af því að þú ert sjúkratryggður á ríkinu. Ég er bara að borga ógeðslega mikla skatta og ég kæri mig bara ekkert að landlæknisembættið sé að velta fyrir sér hvernig það getur stýrt í hvað ég borða. Ekki frekar en það að ég vilji fá Kristrúnu Frostadóttur bankandi á útidyrahurðina hjá mér að spurja mig hvað hún geti gert fyrir mig.
Þú vilt bara liggja, sílspikaður og óáreittur í Garðabænum. Nei, Þetta er sko, það sem ég heyri. þarna líkur svona miskilningur, sko. Fólk getur fengið sér smá áfengi, smá nammi á þess að vera sílspikað, sko. Ég veit það. Þannig að nú þurfum við að láta af þessu yfirlætti, sko. Það bara, Ég mun náttúrulega ekki það má leyfa sér, Kristín. Það er bara... Ég er með 2 hvítvínsglös, sko. Já, já. Eftir að fitan lag af henni, þá var það bara yfirlættir sem leikur af henni. Nei, ég held að þú og Þóra Kristín Ásgeirsdóttir ættu saman að fara í þetta heimskuferðarlag að hérna reyna skattleggjana og útrýminni og allt svona. Hún er sammálaðir. Þið eru skoðana systkini í þessu. Þóra Kristín Ásgeirsdóttir hérna sem var að kenna heimsku landans og ólæsi fylgi miðflokksins. Talandum yfirlæti. Hvað er að þessu fólki? Vinnur hún hjá landlæknisembættinu? Já. Hún er verkefnastjóri þar. Já, ég held það. Þóru Kristín Ásgeirsdóttir þessu fólki er tíðrætt miðflokkin og öll umræða landamæri, innflytjendamál, flóttamannamál, það er allt stimplað sem útlendinga andúð, jafnvel útlendinga hatur. Nú voru að segja afleiðingar af þessari helstefnu. Hér hefur verið fluttur inn gríðalegur hópur fólks og í mörgum tilvikum er það að ræða glæpamenn og fólk sem ekki fylgir þeim hefðum og gildum og siðum sem að við viljum kenna okkur við og viljum byggja samfélagið okkur á. Og þetta fólk sem að tala fyrir því að þessi stefna verður rekin áfram, það fólk er ekki haldið útlendingaandúð, en það er haldið Íslendingaandúð. Það hefur andúð á Íslendingum. Herrkostnaðurinn af þessari stefnu sést bara í ungu fólki, sérstaklega ungum konum, sem er að verða fyrir mjög alvarlegum og ógeðslegum afbrotum af hálfu manna sem er að koma hér frá stríðshrjáðum löndum, ægilegum löndum, þar sem að engin virðing er borin fyrir konum og fólk er orðið mjög skemmt af þessum átökum. Og Þóru Kristín Ásgeirsdóttir, þessu fólki sem býr í miðbænum eða í vesturbænum og er bara kaffi vest og einhverju opinberu framfæri, því er bara algjörlega sama þessar íslensku stúlkur. Þetta er Íslendinga andúð, Íslendinga hatur og ekkert annað. Já, það er nýtt orðið umræðinni. Já, þetta blasir svona við mér. Það er bara þannig. Rosalega góð þessu önd hérna. Og er það þess vegna sem ætlar að taka sæti á lista miðflokksins í Garðabæ? Er þú að fara í frambúði í Garðabæ? Menn að tala þessu næsta bæjarstjóra? Mjög? Já. Svelgist honum á. Já, það er gúlsóti. Gott að ræða bæjarmálun í Garðabæ, borðandi grafna önd og drekkandi hvítvín frá Austurríki. Er það ekki elegant? Já. Já. Þeir að segja mér fréttir, ég hef ekki heyrt neitt skrafað með þetta. Kemur ekki til greina? Að verða bæjarstjóri í Garðabæ? Já. Aldrei, ekki undir neinum kringumstæðum. Í alvöru, ákveð ekki? Heldur engan á leikskólaplássum með snjómokstri Heldur þú að ég nenni að reka Sundlu á Álftanesi? Bara, ég veit ekki hvað ég þyrfti að gera ef til vakna upp einn daginn og áttaði mig á því að ég væri bæjarstjóri í Garðabæ. Já. Ég gæti ekki hugsað mér neitt ömurlega. Sjáum hvað verður. Já, það kemur allt saman í ljós. Já. Herðu, ef að fara eins yfir nokkra fréttir í vikunni sem að hafa svona verið áberandi. Við sáum til dæmis að Seðlabankinn í gær var að setja á fjármála stöðuleika nefnd Seðlabankans, er hún í vikunni, setja á nýja reglur varandi hámark greiðslubyrðar fasteignalána, svo við farum nú í bara allt annað en bæjarstjórastjórinn í Garðabæ. Já. Sko, það er bara, ég ætla aðeins að koma inn á þetta mála því að við höfum alltaf séð, þú veist, sjóði koma fram nýlega, Reyr 20, Öxar 20 og fleiri koma fram og er að bjóða fólki að koma með mótframlag inn í þeirra íbúðakaup, kaupa 20% á mótið þeim. Þetta er Seðlabankinn að stoppa. Ásgeir Jónsson er fúll á móti. Já, mér veist þetta dálítið sérstakt hjá okkar manni að því að sko, ég meina þeir sem ríða á vaðið með þetta, Reyr 20, sem eru fyrst að koma með þetta á markaðin og ég get alveg sagt það hér, ég meina það er ekki gert þennan óðagoti sko. Það er bara, það er legið yfir þessu svo mánuðum skiptir og það var, þú veist, funda með Seðlabankanum og þeir fundir voru í fleirtölu og allt svona sko. Þannig að þetta er dálítið skrítið finnst mér að því að þú veist þau koma með þetta fram sem náttúrulega alveg ný leið en er samt ekki, ég meina ekki svo þau hafi verið að finna upp hjólið sko. Þetta er ríkið veitir hlutdeildarlán. Já, einmitt sko, ég meina og þetta bara Seljendalán er þekkt yfirleitt í skemmri tíma. En þú veist líka bara svona eignarfyrirkomulag að það sé engin millilega á milli þess að eiga 0% og vera leigjandi eða eiga 100% í eign, að það sé eitthvað náttúrulegumál. Þú veist, það er bara kjaftaði og þetta eigna fyrirkomulag og þú eigir meiri hlutan í eigninni er bara þekkt á Norrlöndunum, til dæmis í Noregi og Svíþjóð og svona. Þannig að það er ekki svo að sé eitthvað þegar hann segir eitthvað þessi samningar eru gríðarlega flóknir, eitthvað svona eins og fólk sé bara of heimst til að geta einhvern veginn
átta sig á hvað þetta allt sem að þýðir og svo þú veist gerist það að þau koma hana fram með þetta og þá spretta upp hvað, ég veit ekki hvað komur ykkur 8 í viðbótið eitthvað, þú veist aðrir verktakar sem fylgja á eftir sem svo sem var alveg fyrir séð en það breytir því ekki að þetta ekkit leið sem hendar öllum. Ég meina, þú veist, þetta bara verktakar sem að selja ákveðnar eignir í ákveðnum stærðum, ákveðnum stöðum. Til ákveðna hópa. Já. Þú veist bara, skilur þetta bara langar þig að búa í Vogunum. Nei, þá bara hendar þetta ekki fyrir þig, sko. Þú veist, þannig að þetta, það ekki svo að sé vera að ýta svo fólk eða neitt svo leið, þannig að mér finnst þetta bara ótrúlega skringileg læti í Ásgeiri Jónssoni. Og að ríkið ætla að fara að hafa sína skítugu krumlur í þessu sem bara algjör óþarfi. Já, viðbjóðslegu krumlur. En sko, staðan auðvitað svo að Seðlabankinn bregðast við aðgerðum sem að þessi verktakar grípa til, þeir eru auðvitað að gera til þess að örva markaðinn, en þeir eru auðvitað að reyna að örva markaðinn á þeim enda þar sem að allt hefur staðnað hjá fyrstu kaupendum. Og auðvitað hálft í hvoru hefur Seðlabankinn verið að reyna að kæla hagkerfið með því að kæla fasteignamarkaðinn. Og gott og vel, það er sjónamið í verðbólgu ástandi og það sem að menn vilja draga úr kerfisáhættu og hættun á því að fólk offjárfesti eða reisir sér hurðarásum öxl og síðan verður eitthvað baksla á fasteignamarkað og fólk verður með neikvætt eigið fjó allt þetta. Það þekkjum það. Vandinn hins vegar sá að það má alveg skilja röksemdir Seðlabankans hvað þetta varðar en ef að það er kerfis áhætta af því að fólk fari þessa leið og eignist á íbúðirnar sínar eða húsin sín með þessum hlutdeildarlánum frá verktökunum, þá verður líka viðurkenna að það er að byggjast upp miklu stærri kerfis áhætta vegna þeirra snjóhengjur sem Seðlabankinn búa til á fasteignamarkaðnum. Þegar þeir af einhverjum ástæðum neyðast þess að lækka vexti, þá mun fasteignaverð rjúka upp, það gerir það alltaf, og það verður rönn á þennan markað og maður hefur auðvitað áhyggjur af því vegna þess að það sem maður óttast að Seðlabankinn gera þegar þeir neðast þess að lækka vextina því að hagkerfið fyrir eitthvað kólnun, að þá munu þeir halda áfram að skrúfa upp þvinganirnar á húsnæðismarkaðnum til þess að hann fari ekki í gang og þá verður bara ólíft á þeim markaði og þetta er þó svo markaði sem að skipti mestu máli fyrir almenning í landinu og stóra vandamáli í þessu öllu sem að auðvitað kerfisvandi númer 1, 2 og 3 og það er að það er alltaf verið að taka á eftirspurnar hliðinni á fasteignamarkaðnum. Það er alltaf verið að reyna að tvíka til hvort að hún geti keypt sér hús eða ekki þegar vandinn hefur verið að magnast upp að því að framboðið hefur ekki fyllt þörfinni og þar ber Reykjavíkurborg megin ábyrgð en stjórnvöld almennt að hafa ekki horfst í augu við þetta, brugðist við og gert mönnum kleift að brjóta nýtt land, það sé bara að búa til fleiri götur, þetta er ekki flóknar en það er bara að leggja götur, gangstéttar ljósastöra og rafmagn og vatn og þá geta verktakarnir byggt meira og þetta er og annar kerfisvandi sem því tengist, þetta er svona samhangandi spírall allur að sérstaklega Reykjavíkurborg er svo illa rekin vinstri menn hafa farið svo hryllilega með fjármál borgarinnar frá því að þeir náðu völdum þar 1994 að borgin getur ekki haldið sjó nema að pumpa upp verðið á lóðum og það er eina leiðin til að halda borgin á floti og þannig að ég held að það sem að alvöru stjórnmála með þetta að gera það væri að koma málum þannig fyrir í borginni að hún geti rekið sig án lóðuréttargjaldana og innviðagjaldana og allra þessar gjaldar sem að er verið að dengja yfir fólk síðan eigi að fara í það að fjölga lóðum rætt og öruglega og það er ekki gert með einhverju átæki upp á 2000 íbúðir í Úlfarsárdal eða Keldnaholtinu sem kemur einhvern tíðan það er verið að tala rosalega fjölda íbúða að því að fólk telur en það er kannski ársþörfin í uppbyggingu þetta er ekki meira það og samt er þetta mörg ár það er mörg ár, þetta verður bara við sjóndeldarhingin. Já, og ef þetta verður einhvern veginn veruleika sko. Já, þannig að mér finnst menn dálítið ég held að þetta sé menn upplifir sig einhvern veginn króað af út í horni Seðlabankinn er bara einhvern veginn í sjálfheldum með þetta. Ég sá að Sigurður Hannesson sagði einhvers staðar að þessi markaður næðanlega aldrei jafnvægi ef að ríkið er alltaf að bjaga hann sko, alltaf að skipta sig á hann. Þetta er bara eins og núverandi ríkisstjórn. Kristrún Frostadóttir, hún lítur svo á og hún sé bara með eins og risastóra ljósamixer, bara með alveg rosalega mörgum tökum og hún getur bara fínstilt kerfið bara á öllum sviðum. Og þess vegna segja bara, ef við hækkum þennan skatta, þá hækka tekjurnar. Það áttar sig ekki á því að þú færið þennan sleða til að þá bjagast það hljóðið, öll myndin á skjánum.
Þau einhvern veginn halda að þetta sé allt hægt bara með svona eins og Handstýringu. puppet masters fyrir heilt samfélag. Það er ekki að gerast með þessa bíla núna? Jú. Svo dæmis þetta ekki. Fólk fattar það ekki að eini aðilinn sem getur tekið rétta ákvörðun og fundir réttu leiðin í þessu markaðurinn. 10.000 ákvarðana, 10.000 einstaklinga með ólíkt sjónarhorn og mat. Ekki hægt að leysa þessi mál inn á einhverjum kontor hjá Húsnæðis- og mannvirkjastofnun eða félagsmálaráðuneytinu eða fjármálaráðuneytinu. Ekki hægt. Látið fólk í friði. Já. Leave me alone. Já, við Gísli munum gera það sko. Já, Það er ekki ágjörð já. því. Herðu, síðan er önnur frétt sem er þetta síðan síðustu viku, en mér langar til að koma þess inn á hana. Það voru framkvæmdastjóra skipti í sjálfstæðarhóttum í síðustu viku. Einmitt. Þau eru svona alltaf Björg svipu Ásta gleru. Þórðardóttir leta störfum sem framkvæmdastjóri. Sömu glerun. Þetta eru framkvæmdastjóra glerun. Þórður Þórðarson var með þessi gleru líka. Einmitt. Heyrðu, hann var á sjóin í gær, ljós til Tóni. Ég sá hann ekki. Hann var þarna. Hvar var hann í salum? Það veit Var hann á ég. auðmannaborði? Hann satt aftast við engasjósi. Já. Sendi mér svo falli skilabóð, elsku Tóni. Ég verð bara að minnast á hann. Hann er frábær. Já, hann er frábær. Mikill vinur okkar. Mér líst Herðu, vel á já. þessi skipti. Já. Já, Tryggvi Másson tekur við. Einmitt. Sko, ég er ekki alveg að kaupa samt þessa útskýringu um það að hún sé að fara í framboð í Vogun. Hvað ert að Sjálfsögðu. segja? Bara Já, ég bara hættu sem framkvæmdastjóri Sjálfstæðisflokksins sem er bara mjög valdamikil staða og mjög spennandi. Ég ætla að fara að skipta mér á skolplögnum í Vogunum. Þetta er alltaf til sín taka suðu með sjó. Já, mér fyllir við ykkur í Vogunum, sko. Það Já. er bara, Já, þú ert nú Reykjanes strákur. Ekki... Keflavík. Já, en þú veist, þetta er annars skæin. Ég veit úr ekki vonum, allt Já. í lagi. Ég hef ekki á okkur á því. Vogar er algjört krummaskur, sko. Ég veit það. Bara svona þess að sagt. Vogur á Vatnsleysu strönd. Til að geta undirbúið þá vegferð í góðu samtali við mitt fólk og mína sveitunga til í ástæðu til að stíga til hliðar sem framkvæmdastjóri Sjálfstæðisflokksins. En býr hún í vonum? Það er mín spurning. Er þetta fólk að mikrodósa? Hvað rugl er þetta? Því hún talar Hver setur svona frá sér? En hún talar um heimabæ, býr hún þar, vitið þið það? Vantarlega, eða er það, en ég veit það ekki. Nei, hún Já. hefur aldrei komið ákvæð. Nei, þú veist, þetta er eins og ég myndi tala um Þetta er allt einn stórt yfirvarp. Og valdi sér bara einhvern bæja. Já, þú veist, það er eins og ég verði bara minn heimabæ í Seltjarnarnes, þar sem ég bý ekki er þó Já. uppalinn, sko. Ég er að pæla hvort það Hvað sé, kallar þinn heimabæ í dag? Það er bara Reykjavík. Já. Já, þú talar ekki um Seltjarnarnes sem þinn heimabæ. Nei, ég raun ekki. Nei. Fyrst ég að gera það? Það ég er bara að spyrja. Já, nei, þetta er... Ólíkt þér, þá finnst mér það er ekkert mikla skoðan á því hvað þér eigi að finnast. Ég veit að þú hefur hins vegar skoðan á því hvað okkur á að finnast. Þú veist að Gísli er svo miklu óbeitt á mér, hann sér svo eftir að hafa búið mig. Nei, frábært að fá því þetta. Þetta gerist ekki aftur. En svo segir Ég veit Guðrún Hafsteinsdóttir hérna. Ég er þakklátt fyrir hennar framlag og gleðst yfir því að hún ætli nú að beita reynslunni heima í Vogum. Í Vogum, sko. Þetta er svona svipa og þegar það réða þarna aðstofafrankatastjóran. Lögfræðingina bestu. Sérfræðingin í peningaþætti. Já, í peningaþætti. Bara það, fréttatilkynningin var öllum það hvers konar reynslubolt í peningaþætti væri komin í Sjálfstæðisflokkinn. Og ég hugsaði, var enginn sem hugsaði hvaða skilaboð ætlum við að senda með þessu? Þetta er svona svipað þegar Guðrún kom hann úr sumarleifinu síðastliðið sumar, rölt inn í Valhöll þar sem að er nú þessi landsfræga fúkalikt sem að þið tala mikið um. Og hver voru fyrstu skilaboðin frá Guðrún sem hún sendi? Hún tók mynd af blómi, friðarlilju sem var dauð, af því að það glemst af vökvana og bara hún taldi nauðsynlegt að deila þessu með þjóðinni og ég hugsa bara, þú ert formaður Sjálfstæðisflokksins þú þarft auðvitað að vega og meta, hvaða skilaboð ert að senda fólk hefur takmarkaðan tíma til þess að fylgjast með því sem þú hefur framfæra Nei, ég kom úr sumarfrí á sama tíma Guðrún og skilaboðin til mín voru þau að friðarliljan í Valhöll væri dauð þau verða að stilla þennan kompás Hún var í vitri á þér í síðustu viku, Já. spurningunum. Já, hörku viðtal Já, sem vakti nú alveg athygli og Já, Viðtal. þau gera það þessi viðtal Herru, þú reyndar þreyttir mig í því viðtali þó ég ætla nú ekki að fara djúpt í það, Þetta er þá bara verið eins og alltaf Já. Alltaf tekst mér svona vel fara að hjóla í hana með eitthvað jasanmálið, hvað er að þér? Það er enginn að hugsa um það mál lengur. Ég með þetta heilan Og þú varst bara að eyða mínútum með þessu formanni sem ætti þú væntanlega að segja eitthvað um framtíðina, að spóla í því hvort að jasan sem er bara með sjúkdóm sé á landinu eða ekki, sem ég held að flestum á þessu landi sé bara drullu sama um. Ég er algjörlega ósamála því Já. Þú ert upptekinn að jasan og Sigríði Björk. Þið yfirstjættin Já. Þið hugsið alltaf svona, já við erum svo góð, við skulum hafa landamenn og opinn og við skulum bara gera þetta einhvern veginn og ef einhver fer að væla í fjölmiðlum þá fær hann bara að vera hérna Þú og Þóra Kristín. Þessi ágæti drengur sem að ég óska bara allsins besta og hef ekkert að móti, hann hafði fengið alþjóðlega vernd á Spáni
hann er haldinn mjög Þú þarft ekki að útskýra fyrir mig máli Assans. Hann er haldinn alvarlegum sjúkdómi og það vill þannig til á Spáni er besta sjúkrahús í heimi til að trýta þennan sjúkdóm. Ég veit þetta allt, sko. Þetta kostar íslenska skattgreiðendur 100 milljónir á ári. Og nú veit ég vel að þú getur ekki sett í þau spor, en við dagvinnufólkið, við finnum til þess. Við lögum það þér. Já, við lögum það. Við Gísli erum saman í því að vera ónýtjungar. Já, að þegar að þið, ef að þið mynduð horfa á launaseðlinn ykkar og sjá hvernig verið er að fara með skattan ykkar í ákvarðanir sem eru augljóslega rangar. Þarna var bara tingin röng ákvörðun varðandi þennan dreng. Já, Guðrún stóð ekki í lappirnar. Heyrðu, ef ég hefði verið dómsmálaráðherra og einhver formaður hefði hringt í mig og sagt, eða forsætisráðherra og sagt, heyrðu, þú ætti að fresta þessari sendingu hérna til Spánar? Ég er bara, fyrirgefðu, það er eitthvað slitrótt sambandi hérna, verður blessaður. Að þú veist það? Að sjálfsögðu. Ok, það er bara svona með, þú allt í góð með það. Ef ég væri dómsmálaráðherra þá þarf ég að taka réttar ákvarðanir á grundvelli þess umboð sem ég hef fengið. Guðrún tók bara ranga ákvörðunana og hún var bara að biðjast afsökunar á því. Sjálfstæðisflokkurinn þarf að gera upp fortíð sína varðandi þessi útlendingamál og hvernig þeir lágu kylliflatir fyrir geðsíkinni á Vinstri grænum og þangað til þeir gera það mun Sjálfstæðisflokkurinn vera með 15% fylgi eða 12% fylgi og verði þeir bara góðu. Og það er þess vegna sem ég varð að fara yfir þetta í þessu viðtali og það var þess vegna sem að þessi spurning var mikilvægari heldur en allar aðra sem að ég gat lagt fyrir hana. Og þess vegna er hann neikvæðast í fjölmiðlumæðurinn. Á hverju er hann neikvæðast í fjölmiðlumæðurinn? Bara, þú veist, neoga, hann Hefur aldrei farið upp á Rúf eða? Hefur aldrei labbað hann á heimildina? Ekki á Þið er nú heimildina, alltaf menn að sleikja í gang við Georg Helga Seljan. Já, elskum að sleikja allt hans, náttúrulega. Sérstaklega tattúverað að puttan. Jesús minn. Hver lættu tattúverað að ringa á puttan á sér? Það er að fólki? Nei, ok, ég fannst bara hefði þetta að spurja, sko, Guðrúnu mun áhugaverðar hluti en þetta. En ok, við erum bara ósamála en þetta eins og flest annað. Nú ert þú sérfræðingur í að búa til góða upplýsandi umræðu þætti með efnislegt innihald. Það er þín sérgrein. Hvaða spurningar hefur þú lagt fyrir hann? Ég hefði til dæmis eitt meiri tíma í að drillipindana út af þessu hérna sem við vorum að ræða. Framkvæmdastjóra? Já. Æ, þetta er sann svo, þú ræður einhvern framkvæmdastjóra sem hefur enga vikt. Já, og spurt bara, hvað ætlar að gera í þessu konu? Þú ert í, hvað eru, 14%? Af hverju ræður ekki framkvæmdastjóra með eitthvað þungavita mann sem að kann þetta allt aftur á bak og á? Ok, en er hún búin að finna hana? Hvað heldur þú? Ég bara þekki hann Tryggva ekki. Nei, ég held ekki. Þú veist, ég held að það fer rosalega gott orð á honum og þetta er öflugur og fýtt strákur, sko, en ég held að þetta sé ekki rétt val, sko. Bara... Þú vilt bara eitthvað þurs þannig? Nei, ég vil bara fá Kjartan Gunnarsson. Já. Bara, Kalla góða. Og ég vil bara fá Davíð Oddsson aftur sem fórma Sjálfstæðisflokksins. Og Jóhannes Nordal í Seðlabankann. Back to the basics. Og Gunnar Tórsson sem sendi þeirra. Já, í Kaupmannahöfn, á flíklinum. Já, mitt. Herðu, það er náttúrulega vín. Já, við vorum ekki að tala um vín. Nei, ég var að hugsa um vín. Þegar Gunnar Tórsson, hann held dagbókarlæfi og Gunni T. Jóhannesson skrifaði náttúrulega alveg frábæra ævisögu kallinn. Og í dagbókum Gunnars ber stundum við, sérstaklega það sem hann hefur verið í einhverjum boðum hjá öðrum sendiherrum, Dósien í Kaupmannahöfn eða hvað það var og svona, að þá er skammstöðun aftan við dagbókaversluna og þar stendur OM punktur. Og þetta var mikið ráðgáta fyrir Gunnar T. Hvað stóð þetta fyrir? Kenningin er svo að þarna hafi Gunnar verið að minna sig á að hann hafi drukkið of mikið. Hann dæmdi sjálfan sig fyrir framistöðun á drykkjasviðun. Hefur þið dottið í huga að taka það til svona eftirbreyni? Að halda dagbók. og merkja OM. Eða skamma sjálf. Vaff og M, verulega of mikið. Eins og í gærkvöldi á þessu trúðasýningu ykkar. Trúðasýningunni, já. Þar var vín haft hönd, svo ekki sem er sagt. Já. Þetta er fylgir flokkana, við sjáum hérna púlistrákarnir eru búin að segja þetta. Strákarnir eru búin að henda þessu upp. Þjóðapúlsinn fyrir okkur, alltaf þjóðapúlsinn hver mannamót. Einmitt. Þetta er nú staðan eins og en sko fylgir samlíkingarna er líka að lækka. Já. Líka, það er að lækka. Það er búið að haldast samt núna hvað í 6 mánuði í kringum 30%. Rétt undir eða rétt yfir. Það er alveg impressive. Já, en samstarflokkarnir náttúrulega hafa verið að gefa talsvert og verulega eftir, sérstaklega flokku fólksins. Já. Og það hlýtur nú að koma ný mæling á þá núna eftir
Eftir nýjustu episóduna. Episódu með Ásæri Guðmundsinni sem nýjasta fórnarlamb þessara ríkisstjórnar. Þú veist, pælið í því, bara í fullri alvöru. Þetta hefur verið bara fundur í Menntamálaráðuneytinu þar sem Ágúst Ólafur hefur verið bara, þú veist, mjög alvarlegur og sest niður með þessum skólameistara og rekið hann í ráðuneytinu. Þessum vamlausa manni. Þú veist, hvað er að gerast þetta? Þetta Ágúst Ólafur hafði séð þetta? Það hefur komið fram. Hann fundaði með ráðuneytisstjóranum og nú Guðmundur Ingi reyndar sagt að hann sé á sjúkrahúsi, við óskum honum auðvitað góð spata og vonandi að það sé ekki alvarlegt. Já. En ég meina það blasir við að þetta hefndaraðgerð gegn manni sem annars vegar lenti í stóra Nike-skóarmálinu. Sem skóg þjóðina. Skóg þjóðina. Og hins vegar auðvitað þessi gagnrýni á þetta nýja millilag varandi framhaldsskólana. Sem að þar í því sambandi vil ég nú rifja upp dæmalaust Kastljósviðtal Urðar Örlygsdóttur við Guðmund Inga þar sem hann var að benda á það væri algjörlega nauðsynlegt að koma upp þessari stjórnsýslustofnun fyrir menntaskólana sem enginn var að biðja þetta. Það hefði hann hefði átt að segja á því þegar hann hefði heimsótt menntaskólana í Ísafirði og séð að smíðastofan var enn í kjallaranum og ég hugsaði, þeir sitja þá á fót þarna stofnun sem örgulega kostar 200 milljónur ári eitthvað. Næst þegar Guðmundur Ingi kemur til Ísafjarðar, þá verður smíðastofan bara komin upp á 3. hæð. Þetta var röksemdin hjá ráðherrann. Já. Ef að Bjarni Ben hefði, ég sá þess að fastlega á X í gær og þetta var áhugaður fastlega, ef að Bjarni Ben hefði hringt í skólameistara framhaldsskóla og tekið bara abaköttina því að dóttir hans eða afabarnið eitthvað hefði týnt skó. Svo hefði bara einhver ráðherra sjálfstæðalóð sem rekið skólameistara nokkur mánuðum setna. Þetta hefði reynda verið Guds í skór sennilega. Já, ég teg bara svona dæmi. Já, það hefði ekki verið húmor fyrir því. Nei. Það er bara nokkuð ljóst, sko. Flokkur fólksins fær einhvern veginn alltaf afslátt. Já. Hafa gert það hingað til, en ég held að það sé að renna 2 grímur á fólk yfir þessari framgöngu allri. Af því að þetta er bara það sem við sjáum. Hugsið ykkur hvað að gerast. Þetta er alltaf boðið Kristrúnar og Þorgerðar, sko. Já. En mér finnst bara svo ótrúlegt að Þorgerður og Kristrún hafi afhent þeim þetta ráðuneyti. Bara ég kemst ekki yfir það. Af því að þú veist, þær vildu allir segja, já, þeir fengu hérna bestu ráðuneytina, atvinnuvegina og fjármála og veistu það, þetta er langt mikilvægasta ráðuneyti, sko. Og þau rétta þeim, eða þessum flokki, þetta ráðuneyti og þau geta ekki fundið einhvern í það, sko. Það bara er enginn þarna sem getur tekið þetta. Þetta er bara hrikalegt. Og þetta er svo brjálæðislega afklöp. Þau frekar bara, þú veist, ég veit ekki hvað þau áttu frekar átt að sleppa, sko, til að, af sínum sætum, sko, til að, taka þetta sjálf. Þetta er alveg ótrúlegt, sko. Já, og bara hneyksli ársins. Skynselegast það er náttúrulega verið að vinda ekki ríkisstjórn með flokki fólksins. Já, þú veist, en ég meina það er ekki bara önnur umræða, sko. Nei, Guðmundur er bara ágættu kall, sko. Og ég hef ekkert út að hann bara sem manneski að setja. Við erum líka ekkert að tala um það, sko. En hann hefur bara enga burði í þetta. Og honum er engin greiði gerður og þetta er svo alvarlegt að þetta er ekki ráðuneyti sem er bara business as usual. Það er bara allt í klessu. Það þarf bara mjög öflugt, talandum svona nostalgí og gamla kalla. Menntamálaráðuneytið hefur bara eiginlega ekki verið á full swing síðan að Björn Bjarnason var það. Það þarf bara svoleiðis kanónu inn í svona verkefni til þess að keyra þessa hluti áfram. Kannski eru þessir aðalega bara ekki til á Íslandi, sko. En þeir fundan allavega ekki í Guðmundi Inga. Ég meina það er nú alveg fordæmi fyrir því að það hefur verið ráðið faglega í ráðherrastóla og ég meina, þú veist. Það hefur ekki alltaf gengið vel. Nei, en mér veist samt í þessu tilfelli þá finnst mér alveg hefði verið á það reynandi. Það var ein kona greinlega mjög pirruð yfir söllu og kannski lýsir smá hroka en hún sagði, hvað er að þessu fólki? Guðmundur Ingi að starfa í 20 ár í 50 fermetra búð við að selja skrúur í Stykkjatali og hann er núna orðið menntamálaráðherra. og þetta snýst auðvitað um það að þú verður að hafa það er ekki lítið gert úr skrúfusalanum með því. En það verður að segja, ef þú ætlar að taka svona ráðuneyti og lagfæra þessa hrikalegu veikleika í menntakerfinu, þá verður að hafa einhverja reynslu og þekkingu yfir að búa. Og þetta birtist auðvitað bara í hans fyrsta embættisverki, þessari frægu ræðu sem hann flutti á þessum OECD menntamálaráðherrafundi og auðvitað með sig, auðvitað átt hann bara að flytja þetta á íslensku og annað. En það er áhyggjuefni að ráðherrann sé ólæs á ensku. Menntamálaráðherra Íslands þarf að geta lesið sér til gagns á ensku í mjög miklu mæli. Já. Þannig að það eitt og sér, getur verið ráðherra ríkisstjórn Íslands á þess að tala ensku? Það er bara, nei. Menn hafa komast upp með það.
svona árum áður Já, en það er já. ekki í dag. Já, kannski, þú veist, Páll Pétur svona einhverju kallar, en þá voru líka bara að stýra landbúnaðarráðundun og velta fyrir sér lambafíli og einhverju greiðslumarki í mjólk eða eitthvað, sko. Hvað er alltaf að urða mikið að lambakjöti það árið? Já, lambakjöt fjallið fræga. Hæsti tindur Íslands. Já. Herru, það Þetta er daburt, Gísli. Já, þetta Það er verður niðurstaðan. fróðlegt að sjá hvernig þetta fer og hver tekur við og allt þetta. Mér langaði til að, Stefán, þú ert eða varst allan að kirkjuna maður. Já. Ertu það ennþá eða? Ég er ekki í þjóðkirkjunni. Nei, ekki heldur. Ég hef gefist upp á henni. En ég var að lesa ævisögu Karl Sigurbjörnssonar. Sá skrifum hann í langa Moggann. grein í Moggann og það er auðvitað verið að fjalla svona þetta öngstræti sem kirkjan kom sér í á sínum tíma og hefur ekki alveg náð að fóta sig síðan. Þau voru að skipta út merkinu. Ég sé svolítið eftir gamla merkinu. Það var hannað eða teiknað af Karli Sigurbjörnssoni heitnum og síðan útfært. Nú er það að breyta því, en ég held að röksemdin sé, og það er bara rétt, fyrirtæki og stofnanir þurfa að geta skipt merki og ásýnd og annað. Ég held að það hefði þurft að einfalda merki bara út af samfélagsmiðlum. Bara því að presensins er orðið svo rosalega mikið í svona rafræna heimi. Hér sjáum við mynd af nýja logoinu, Já, mér nýja merkinu. finnst þeim bara að takast ágætlega til í því. Já, ég ætla að fá að vera ósammála þér Já, er Sem- kalliografían ekki góð í þessu? sem fagmannskja á þessu sviði. Já, En gott þú spyrir Stefán finnst það samt. Ég bara hrifin. Nei, ég spurði bara hvort það var kirkjuna maður og hann fór bara að tala. Svona er þetta yfirleitt, sko. Ég spyr einhverju og hann fyrir bara að segja eitthvað hún annað. getur móðgast yfir öllu. Hún móðgast mér sig yfir því að því að hún er ekki ávörpuð fyrst hér í þessu Einmitt. samtali. Já, einmitt. Af því að hún Herru, hver er hér mentaður grafískur Já, ég veit, hönnuður? Ég eða Ég Stefán? beið þess að setja, ég er mentuð á þessu sviði og ég á að fá að segja þetta Já, fyrst. ég vil nú bara taka það fram að hvorugt okkar vinnur á því sviði. Og akkur ætli það sé? Hvort okkar vinnur á sviði grafískur hönnuður? Já. Jú, ég ger það bara víst. Er það? Já. Þú vinnur ekki neitt. Þetta er alveg eins og þegar starfsfólki á landlæðsembundinu fyrir að segja, sko, að þau séu mentuð á sviðinu og ég bara hafa skoðun á þessu en engin annar. Já, já. Þú veist. En fyrir ekki, Kristi, hvað finnst þér um nýja logoinu? Herru, mér veist að... Hvert er þitt faglega álit á þessu? Herru, takk fyrir að gefa mig tækifæri til þess að segja mitt faglega Það er álit. þessar konur jaðarsettar. Ég er svo jaðarsett í þessum þætti. Hérna, Þú sem mentuð kona, hvað, ég er langskóla gengin. Já. Sko, það er alltaf þessi afsökun að það sé svo gott fyrir samfélagsmiðla að vera með eitthvað svona low IQ merki og þú veist, það er bara kjaftaði. Það er alveg þegar að taka gamla merkið og bara svona taka hans til í. Kallar þú Cross-Christs low IQ merki? Ég er að Þetta er bara jaðrað við guðlast. Hún er náttúrulega mest í Sjáðu, grafísku hönnun svo í maður. Þýskalandi nasismans. svo maður. Þetta er svona, þetta er allt eins og, það er allt orðið eins og hnappar í dag og þetta er bara búið að taka krossin sem er bara íkonist merki, bara þú breytir honum ekkert og gera all hotnin svona mjúk, svona eins og þetta sé svona swipe here, takki, þú veist, þetta Já. er, þú veist, til hvers er þetta gert, sko? Það er alveg galið. Svo ég þýði þetta fyrir hérna ófaglærðu að þá vill Kristín hafa þetta kvassara Já. og beittara. En þú var alltaf með miklu svona skemmtilegra myndmál í gánamerkinu. Þarna var fiskur sem var alltaf eitt elsta Það var tákn. bátur. Getum við fengið gamla merkiðu? Svo bara fyrir... Svo förum djúft í þetta. Já. Ég ætlaði að spyrja bara hvort þið myndu sitja endurskoðuna við á þetta frá frumir eða hvort þið myndu sitja skoðun, sko. En mér heyrist að þú sittur endurskoðun. Já. Þetta Klárt. er rétt, þetta er bátur. Já, og fiskur, Kirkjan er skip, kirkjuskipið og allt þetta og það er fiskur. Já. Það er fornt kristitákn, var reynda leinitákn þegar kristnimenn voru offsóttir eins og þeir eru reynda lenda í víðum heim í dag. Þá var fiskurinn leinitákn þeirra. Þeir ristu fiskstákn í sandind til þess að láta aðra vita að þeir væru kristnir eða jafnvel húðflúruðu sig með því. Þetta var áður en menn fóru að húðflúra ringa á puttan á sér. Það er sko fiski gluggi, eða sérst gluggi heima hjá mér með fiski og það er vegna þess að séra Bolli Gústafsson lét gera það og gera það. Átti hann heima þarna? Nei, dóttir hans, Jónarhún. Já. Heyrðu, Gaman að því. og sem sagt ichthys er gríska orðið yfir fisk og það er leinitákn kristina manna. Talandi fólk sem hefur sérþekkingu á svona myndmáli og grafík. Nú er ég búin að fá álið, sko, hönnurins og guðfræðisins. Við erum svo fullkomin panel. En sko það Segðu mér. En ég þarf að segja 2 miða í frumherja, held ég, heyrðist mér, endurskoðun og skoðun. Já, en þú veist, ég meina, hvað á þetta að gera, sko, það er alveg rétt. Hefur þetta langtíma skoðun á þetta, eða? Nei, en má ég spyrja einu, Kristín? Já.
sko gamla merkið, þjóðkirkjumerkið, það nógu einfalt finnst þér fyrir samfélagsmiðla? Hefðu menn bara átt að halda í það og poppa þau? Það hægt að taka bara grunninn af því og bara, þú veist, þegar ég segi bara taka til í því, það bara, þú veist, sér þetta, þú veist, það svona, allt svona þétt, auga á fiskinu með svona næstu að snerta, það þolir ekki að láta minnka sig mikið, þú veist, það að láta taka grunnpælingun í gamla merkinu og uppfæra það lítilega, þú veist, í staðan fyrir að kasta því alveg og vera með bara einhvern rúnaðan kross og láta þar við sitja. Finnst það bara vikt. Þetta faglegt mat? Þetta bara, það augljóst að kirkjunni stjórn eða menningarlausu fólki sem hefur ekki þekking á því sem það að gera. Það okkar faglega mat. Já, næsta spurningi sko, kirkjan í tilvistarkreppu? Hún? Ég spáði því þegar Guðrún Karls Helgudóttir var kjörinn biskup Íslands að hún síðasti biskup kirkjunnar. Já, af hverju? Það bara leggja þetta niður? Ég held að þegar þjóðkirkjan fer undir 50%, þá hún þar að segja þátttökuhlutfall, þá hún endanlega búin að missa hlutverk sitt. Þá hún bara eins og hver annar söfnuður í raun. En þjóðkirkjan hefur ekki verið það og má ekki verið það. Þetta ég held að fólk sé aðeins að vakna upp í vondadrömm þessi sekularisering, þessi afhelgun samfélagsins sem hefur átt sér stað á síðustu áratugum. Hún að leiða yfir okkur alla þessa geðbilun hjá vilda vinstrinu sem að flytja hér inn íslamista í langa banir og vill bara einhvern veginn móla niður vegna Íslendinga andúðar. Það sem að við byggjum okkar velferð, tungumálið okkar, menningin okkar, efnahagur, allt, það byggir allt á þessum grunni, kristnum grunni, grískri heimspeki sem að fólk þetta fyrir löngu búið að glata og þar tala ég nú sem sérfræðingur með masterspróf í heimspeki. Takk. Reyndar ekki frá Þýskalandi nasismans. En svo gaman að hafa verið í Þýskalandi nasismans. Ég ber þess náttúrulega merki. Já. Þú veist, já. Í öllu mínu. Klæðaburði, svakaleg stígvélmaður svo út í. Nei, en og það bara alvarlegt mál og mér finnst kirkjun og biskupinn hefur gert gott mót í því, traust vinsældi kirkjuna hafa aukist einhverju leitu, ásýndin breyst og hún alltaf í einhverju fíblagangi á einhverju TikTok myndböndum og svoleið, sko. Já, hún líka bara geggjuskinga, ég bara mjög hrifin af því. Já, en það þetta sem fólk, og hún segir til þessi nýju viðtali í ágættu tímariti að kirkjan þurfi, að gangi í takt við samtíman og svoleiðis. Ég held að það sé bara rangt. Ástæðis að kaþólska kirkjan fer mjög vaxandi að fólk finnur skjól og tilgang og svör í stofnun sem að eldist ekki við þessa tísku strauma og þessar bábiljur sem ákvöld inni í gegnum samfélagsmiðla, örar tæknibreitingar og annað þeim dúr. Þannig ég held að kirkjan hefur rangt fyrir sér því. Hún eigi bara að standa föst í ístæðinu með þann boðskap sem að hún hefur upp á að bjóða. Þú nefndi Jónu Hrönn Bolladóttur, hún hluta þessari prestastétt sem hefur algjörlega farið út í skurð, sko, bara í einhverju félagsfræði og vinstri pólitík og að beita guðspjöllunum og kirkjunni og alltaf að spyrja, hvað myndi Jesú gera í þessum aðstæðum? Og það alltaf, niðurstaðan alltaf svo að hann myndi kjósa VG, sko, eða Samfylkinguna og Bjarna Karlsson, sko, sem hann hefði þetta aldrei gert, aldrei nokkuð tíman. Og þarna hefur kirkjan mist fótana og ég held að vera ekki fyrir að kemur fram trúarleiðtogi sem að spyrnir svona fótum, sem að hún eigi þá séns á að snúa við þessar braut. Þó að Guðrún sé dugleg og sé að gera margt gott og þetta merkir sig þetta ömurlegt að mati Kristínar Gunnarsdóttur, að þá held ég að hún ná ekki að stoppa þennan leka og þjóðkirkjan fer undir 50%. Það rosa þegar bara maður eins og ég og fullt af mínum vinum, hann bara yfirgefið þjóðkirkjan. Og mér sárnar. Hvað finnur þú skjól? Predikar yfir sjálfum þér? Nei, maður finnur skjól í það mjög margt gott að sækja til þjóðkirkjuna. Eitt af því sem ég gagnrýni þjóðkirkjuna mjög harkalega fyrir, það að ég get ekki beint mínum sóknargjöldum til þeirra sóknar sem ég vil sækja kirkju í. Og það prestar sem ég kann að meta og finnst vera að gera gott mót, bara eins og Guðni Már Harðarsson og Guðmundur Karl í Lindakirkju og Gretar Halldór Gunnarsson í Kópavogskirkju, svo dæmis ég teki Jón Ómar Gunnarsson í Neskirkju. Þetta eru öflugir prestar sem að ég vil hlusta á og mæti í kirkju til. Ég get ekki ákveða mín sóknargjöld farið þangað. Ég verð að greiða þau til Vídalínsóknar, til Jónu Hrönn Bolladóttur. Ég ósammála í öllum megin atriðum varðandi kirkjuna, hlutskipti hennar og þá guðfræði sem hún boðar. Öllum. Af hverju ætti ég að greiða mín sóknargjöld til hennar?
Ég held að þú ættir að flytja í hverfið til mín. Það er Davíð Þór Jónsson í Laugarneskirkju. Já, það nú eitt dæmið það hvernig kirkjan hefur einhvern veginn, þú veist, talandum að hlaupa, þú veist, ekki á glervegg, bara á steinvegg. Algjörlega blindan. Bara á fullri ferð. Hver skipaði þennan? Hver afhendi þessum manni þetta brauð? Er það spurningin? Hverjum dettur í huga að láta svona rugludall fara fyrir þessari mikilvæg sókn í Reykjavík? Maðurinn er bara gufu ruglaður. Það er bara það sem hann er og hefur alla tíð verið. Bara ritstjóri blekt og bara sóða kjaftur. Hann á ekki að vera leiðtogi innan kirkjuna og þarna hefði bara biskupinn yfir Íslandi þetta að segja, nei hana nú og hingað ekki lengra. Jæja. Það er betra að þetta brauð sé óskipað en svona skipað. Hvenær hefst þinn prestsferill? Ég trúi á hinn almenna prestdóm sem segir af í Pálsbrefunum. Við erum öll prestar, við erum öll að búa fagnaðarerindið í því sem við gerum og leggjum til samfélags. Það er bara hárrétt. Já. Þetta er Þið sammála strákar? Já, þetta er bara faglegt mat. Þetta er faglegt mat. Ég meina, hann er mentaður í þessu fræðum. Bara eins og þú hafðir Hvað varst þú lengi að nema þetta í Þýskalandi nasismans? Bara árum saman. Varstu öll ár þriðaríkisins þarna úti? Já. Ég liði þetta allt. Áðurum fyrir mig næstu frétt. Það er nú annar sameiginlegu vinur sem við eigum. Já. Kristín. Nei, þetta borðar hún ekki. Börnin hennar mega ekki borða harfisk. Það er svo mótlíkt að þessu. Þau bara vilja ekki borða það. Ég borða það. Þetta er ægilega gott. Öll mál. Já. Þetta er bara líka svo góð vara. Allir bitar góður. Já. Ég líka var í vinnslunni hjá daginn og þetta er elegant. Já. Ég þurfti að reyndar mjög mikla tækniaðarstóð frá Google Maps til að finna þetta Þetta er mjög djúpt í Hafnarfirði og ég fer ekki þangað eins og ég svona önnur útkörfi. En ég komst á endanum. Hvernig gastu farið frá því að vera rósa vinnslunni og þú er komað hana í eitthvað yfirrættu það að þú ratir ekki út fyrir Ég rataði með tækniaðarstóð. Ég fyrir aldrei í haldi fyrir. Það er svo léleg grafík á Google Maps að það er ekkert hægt að rata inn í þetta. Nei, þetta er glæsileg vinnsla. Já, hún er frábær. Hún er ótrúlega flott og þessi vara er upp á 10 og ég er ófeimin að setja smjör á þetta líka. Eru þið baðram í ísu? Nei, líka þorsk. Þorsk. Já. Þegar ég strákur vestur á Patrísfirði, þá gerðum við strákanir okkur það leik að stelast í hjallana hjá kaulanum. Það sem var við að Tókum það svona hálfþurrka. Hálfþurrk á stundum, já, maður þurfti að sukla þetta svona til átt að segja á því hversu vel þurfti þetta var orðið. Og þá vildi maður helst komast í steinbítin. Hann var feitari og hrikalega góður. Og þá skárum við niður kannski 1-2 róð, 1-2 bita og svo farið heim og þá stálust við í sleggjuna hjá pappa og fórum út á stein og börðum fiskinu þetta. Það þarf að berja steinbítin vel. Já. En ísan er góð. Ég hvetur til að taka steinbítin líka. Já, við getum verið í þessu jafnvægi, Við bara borum harfisk og þrejum okkur og svo fá okkur öðru hvoru svona konfettmóla og við gerum okkur glaðan dag og njótum og Þið er svo gott líf því strákanir. Nei, þetta er bara sem flest verðilegt fólk gerir, Þú veist Er ekki að fúlseka við ykkur? Nei, ég bor ekki konfett. Ég ætla bara að segja, ég elska gullfisk. Ég ætla bara að fá að segja það hér. Er þetta gullfiskar? Við gerum það öll, Þetta er þetta holdt og gott. Heyrðu, sardínur í dós. Talandi Hafnarfjörð, Orri Björnsson, nýr oddviti sjálfstæðsmanna, hann hættur í Algalíf, hann virðist ætla að taka slægin oddvita, hann er að fara að taka slægin oddvitan hjá sjálfstæðsmanni í Hafnarfjörði. Ég var að heyra að Jón Jónsson, tónlistarmaður, það væri áskoranir á hann að tengja sig. Já, bara heyra því. Hann býr á Nesinu samt. Já. En það er heimabærin, er Hafnarfjörður. Já. Ok, skil. Það væri nú áhugavert. Verður slagur þar. Er Guðmundur Árni Stefánsson að fara að taka slaginn aftur í Hafnarfjörði? Varaformaður Samfylkingarinnar? Það hefur nú bara ekkit, er hann eitthvað veikur eða eitthvað? Það verður ekkit hyrst frá þeim herramanni. Ég heyrði í honum í daginn, það var bara stuð á honum. Já, ok. Eftir hann ekki verið eitthvað neinn, hann er mjög svona lítið áberandi. Já. Undanfarið. Við ætlum að taka smá vingil á sveitarstjórnarmálin fljótlega. Þurfum að fara aðeins yfir svona hvað er að gerast þar. Það er margt að gerast bak við tjöldin í því. Þannig að, næsta mál sem við langar til að fjalla þessum. Það er þetta pólitískt og líka pólitískt. Ég sá það að Kristján Þórður Snæbjörnsson, þingmaður Samfylkingarinnar og fyrirvændi formaður, Rafiðnaðarsambandsins. Bara af honum í þinginu. Já, alveg lætur til sem taka. Það bara aðri komast ekki að. Hann fýraði upp í aðvendu kransunum með því að birta tölur það hversu mikið ríkisfyrirtæki eða fyrirtæki eigu ríkisins eru að greiða í hagsmunasamtök. Já. Þetta var frétt sem var í vikunni, kemur fram að ríkisfyrirtækin sem eru allt og mörg og greiða þar alveg allt og mikið,
að greiða hvað 250 milljónir í félagsgjöld til þessar helstu samtaka atvinnulífsins, samtaka iðnaðarins og svo framvegis. Og hann einhvern veginn ákveður að taka þarna viðskiptaráð út fyrir svega það að þessi samtök að greiða 9 milljónir ári til viðskiptaráðs og já, þáttu bara mynd við erum með beinni útsendingu, Stefán. Ég veit út með Samsung síma sem þetta frábært. Og það eru haldt út bara áfram með þig. Ég er bara nett ekki að hlusta á þetta lengur. Herðu, 9 milljónir til viðskiptaráðs og hann vil einhvern veginn láta endurskoða þetta. Sko, er þetta einhvern veginn stóra málið? Er þetta það sem að þetta er algjört akút aðvendumál. En sko, þetta er samt svona... Við getum ekki haldið jól fyrir að þetta verður búið að greiða þessu. En er þetta ekki samt svona dæmi, þú veist, það kostar ekkert að ráðast á viðskiptaráð. Það er enginn sem kemur til varnar. Þú veist, og það er bara einhvern veginn típist að þingmaður samfélkingarna farið fram með eitthvað svona, eitthvað sem skiptir raun engum máli. Við verðum bara að drepa málum að dreif, alveg eins og það Kristrún kemur og segir, ef ekki bara hafa frí á 1. des. Bara viðskiptalífið hérna er segjandi fólki, daginn út og daginn, það er bara allt í höng. Herðu, við skulum bara auka enn á, herðu, af hverju hætta við við höfum líka frí í 2. des. Af hverju hætta þar? Og 21. des. Við höfum bara frí í desember, krakkar. Það er þetta geggju hugmynd að hafa 21. des sem rauðan dag. Nýðist full ástæða já, til. á sumar og vetrasólstöðum, þá skulum við hafa þetta á vorjafndagri maður. Herðu, bara fleiri frídaga, krakkar. Og svona er þessu slengt fram. Þannig að atvinnulífið þarf að fara að bregðast við og segja bara, heyrðu, þetta kostar bara og svona er þetta og hins einn og það þarf að halda hlutu gangandi hérna. Og þetta ég held að þetta sé bara taktík til þess að einhvern veginn að dreifa athyglinni, koma einhverju róti á huga fólks. Þetta er þetta bara eitthvað rugl. Já, en ég held að það sé svona líka, sko, svona flestir sem, Gísli oft búin að vísa í venjulegt fólk í þessum þætti og ég náttúrulega tilheyri augljóslega ekki þeim hópi í hans huga. Þetta er bara fólki sem við erum í tengslu við, alltaf. Þið eru beintökt við þetta fólk. En þú veist, venjulegt fólk skilur ekki munin á öllum þessum batteríum, þú veist, samtök atvinnulífsins og það eru regli og samtök yfir öll hinn félögin og svo eru viðskiptaráð og þau eru öll í sama húsi en hvað, þú veist, akkur eru þau ekki að vinna saman, akkur eru þetta sitt, skilur, fólk er ekkert að pæla, skilur ekkert þessa starffræði alla, sem er alveg eðlilegt, sko. Það er rétt. En en er ekki samt líka bara þegar hann er búin svo öflugur, hann bekkjabráður minn, hann Björn Brynjólfur, að viðskiptaráð þau kannski bara aðeins svona, ég veit það ekki, opinberaða að hinn samtökin er ekki nú öflug. Já, það þú veist, ég veit alveg að þau með sig hvort hlutverki og ég veit að önnur þeir eru í kjarasamningsgerð og annað og þeir eru meira pöngast. En ég meina, þú veist, þetta er bara mjög auðvelt fyrir þennan ágæta fyrir formann raðinaðarsambandsins að fara að sparki í þann sem gjammar hæst, en það ekki? Jú, ég er reyndar... Og er svona yfirleitt með eitthvað málflutning sem þeim hentar ekki? Já, ég er reyndar, þú veist, mér fannst svona einhvern veginn að taka viðskiptaráð sérstaklega út fyrir siga og vilja draga þarna út, þú veist, mér fannst einhvern veginn svona skrítin nálgun, en að því sögðu, þá er náttúrulega á þeirri skoðun að ríkisfyrirtæki eigi ekki við viðskiptaráði. Ég er endur alveg sammála því. Þannig að, þú veist, viðskiptaráð má bara kannski á fyrrabræði taka sig til að henda þeim út, okkur Isavia í viðskiptaráði. Í samkeppni við engan. Já. Ég skil alveg að Landsbankinn skulle verið samtöku fjármálafyrirtækja, ekkert mál, þó sé ríkisbanki. Veist, og Landsvirkjun getur verið í samtöku vinarins eða Samorku eða ég held að það sé bara rétt sem að Kristín segir og ég held að reyndar eins og með samtöku atvinnulífsins og félag atvinnurekenda og fleiri sko, að það er það sama sem að gildir þessi fyrirbæri eins og ríkistofnanir að þau leita sér alltaf frekari réttlætingar, bara af hverju erum við til og þau útvíka starfsemi sína alveg út í óendana og ef þú skoðar samtök atvinnulífsins og hvað þau eru í hverju þau eru að vasast auðvitað eiga þessi samtök fyrst og fremst að halda utan það að hér séu gerðið skynsamlegir kjarasamningar sem að séu til hagsbóta fyrir launamenn og fyrirtækin í landinu þannig að hér skapist heilbrigt og eðlilegt umhverfi það mun auðvitað ekki gerast þegar menn eru með fókus á einhverju öðru og það hefur ekki gerst. Hér eru gerðir glóruleysi kjarasamningar ár eftir ár, áratug eftir áratug, af því að menn eru ekki að vinna hlutina eins og þeir eiga að gera. Ég fekk bara örstutt kynningu á fjárhagsáætlun hjá öflugu sveitafélagi núna daginn og ef maður skoða tölur frá 2024 og áætlunna til 2029 þá sér maður það að í krónumtalið er rekstrar kostnaður þessa sveitafélags að aukast 16%. En launakostnaðurinn, sem er langstæsti útgjaldaliður sveitafélagsins, er að fara að aukast 46% samkvæmt sömu áætlunum á hálfum áratug. Svo kemur Vilhjálmur Birgisson vinur okkar fram og segir, nei, launahækkanir hafa engin áhrif á verðbólgu í landinu. Þetta er alveg eins og með fasteignamarkaðin. Ef við myndum lagfæra fasteignamarkaðin og koma framboðsliðin í lag þar,
og þau myndu fá fólk til þess að róa sig, Sólveigu Önnu og Villa Áta fólk, taka á sig einhver tímabundið skell í því að það verði einhver raun kaupmáttarýrnun í hólum kjarasamningum, þá hægt að koma okkur á eðlilegra og heilbrigðara horf og þessi tveir markaðir sem tala mjög náið saman eru þá hagfelldari fyrir þjóðina, alla. Leið og þetta keyra laun upp með þeim hætti sem þú gerir, þá keyrir þú verðbólgun upp og þú keyrir verðbólgun upp, þá fer húsnæðismarkaðurinn úr jafnvægi. En það bara, menn ekki með fókus á þessu. Þeir eru bara í öllu og engu. Já. Og stór hlutu þessar laun alltaf kemur frá ríkinu, það að segja að ríkistarfsmenn fylgja með. Já, fylgja með, þeir eru kennararnir. Það er verðbólgan auðvitað fyrst og næst bara ómikið ríkisútgjöld, ríkið eru auðvitað ómiklu. Þeir sömdu nú í kennarana, Heiðabjörg Hilmisdóttir rökk úr meðmæliðnum þarna í miðjum kjarasamningum og hvað fengur kennarana? Þrefalt meira hækkun heldur en aðrir. Hvaða rugl er þetta? Og svo heldur þetta fólk að börnin verði betur læsa þegar kennararnir fá hærri laun. Nei, kerfið er bara ónýtt. Það er strúktúrun á kerfinu og nálguninn og kennara foristan fariðin á þetta skóla þróna spjall. Þvílíkt svartagalls raus hjá þessu lið. Ragnar Þór Pétursson og einhverju skólameistur henni Reykja sem halda þessari umræðu gangandi. Þeir kenna öllu öðru en sjálfum sér og þeirri stefnu sem að þeir hafa innleitt. Til þess að fólk að kalla eftir því að einhvernir séu skiljanlegar. Þeir skilja bara ekkert í því. En það ekki stjórnvöld sem marka stefnuna? Guðmundur Ingi Katrín Jakobsdóttir hún eyðalaði menntakerfið sem menntamálaráðherra og hún markaði stefnu sem að menn hafa síðan fyllt eiginlega alveg frá vinstristjórninni 2009-13 og það er sú rót sem þarf að ráðast á og það þarf að laga þetta, það þarf að einfalda aðalnámskrána, markmiðasetninguna, markmiðin í skólakerfinu eru ekki að koma börnum út úr grunnskóla sem einhverjum heimspekilega þengjandi lýðræðisinum, þvert á móti. Þau þurfum bara fólk sem að getur lesið sitt í gags og tekið ákvörðun það hvernig það sjálft vill verða. Þetta er algjörlega óþolandi hvernig á þessu verið haldið og ófyrirgefanlegt. Takk fyrir. Reyndar ætlum og þar með líka þeir eru ræðu. Ég þurfti bara á andanum. Sko við Gísli ætlum reyndar ekki inn á skólaþróunarspjallið vegna þess að við ætlum ekki að, drepa okkur á Facebook eins og hann vinnur okkar gerir. Við erum bara að skoða myndir af okkur litlum frænkum og frændum. Já, ég er bara íþróttaleikjum. Íþróttaleikir og svona eitthvað. Veistu hvað er gaman íþróttaleikjum? Já, þér finnst það svo gaman, sko. Ég er samt svo glöð að þér finnst það gaman. Það gleður mig alveg að þú sett svona glaður. En ég ætla samt að segja, Stefán, ég fekk hérna út úr prófi að ekki fara í síman fríkið þitt. Ég þarf að svara Össur Skarphéðins sem sko. Ég fekk hérna próf daginn frá grunnskólabarninu mínu og þar var sem sagt einhverja blaðsíður og svona og svo á síðustu síðunni þar er sem sagt sjálfsmat þá sem sagt barnið að gefa sér einhvern fyrir prófið sem það var í. Já. Hefur þú séð svona? Hef ég séð svona. Og svo við hliðin á þá er kennaramatið. Ég farið í nemendastýrt foreldravittal þar sem að barnið átt að setja sem markmið fyrir veturinn. Ég hef aldrei lent í öðru eins heilaleysi. Börnin mín eru bara ágætlega vel gefin og þeim er margt til listalagt. Þetta var þvílíkt rugl og vittleysa. Ég veit ekki hvert er markmið. En þú skemmst frá því að segja að upplifun... Og þá dettur mér í hugstaka. Nei, ég er ekki... Skemmst frá því að segja að upplifun dóttur minna sem var að klára prófið af því hvernig hennar var gengið var bara mjög góð. Hún veit bara, ég er flott, þetta var gaman, allt grænt. Og svo bara, fór kennarinn yfir og þá var nú bara eitt og annað sem mátt betur fara í þessu prófi og bara allt í góð með það, sko. Á ég að trúa börnin þín séu haldin góðu sjálfsáliti. Ég bara, það kemur verulega óvart ef þetta hefði erst á milli, ætli það. Það sem ég er að segja, það var diskrepansan á milli. Hvernig hún upplifði að sér hefði gengið í prófinu og síðan bara raun gengi í prófinu. Eftir þetta gerist nákvæmlega ekkert. Það er ekkert, póstur á mig eða ok, hérna mikilvægt fyrir hana kannski að æfa sig hérna í A, B og C en hún er fín í hérna E og F og eitthvað svona, ekkert sem gerist. Þannig að þú ert bara með eitthvað sjálfsmat og kennaramat og úr því verður nákvæmlega ekki neitt. Skilar engu. Alveg eins og þetta nemendastýra við, hún að gefa sjálfri sér engun fyrir það hvernig hún listi dæmin. Hvað er þetta? Ef það er einhver huggun
Kristín Loksson er reið. Já, við erum búin að Ég er búin að brjálu þetta frá því kveiktum á þessu. Að reyna að koma þessu að. Ég er drauðþunn og ekki sofin og við hvernig búist. Ég hvet fólk til að horfa á þetta á YouTube. Þið skiljið hvað hún er að segja. Við munum texta þetta þar. Ég er búin að vera Af hverju hljómar er svo mega? þvoglum allt hérna í mækinn. Það er ekki mega sem að letti Skellum okkur í næstu frétt sem komum eftir þessu. Af því að sko, ef það er einhver huggun, þá er þetta sama upplifun og ríkisstjórninni með. Að henni finnst hún vera að standa svo Er sjálfsmatið gott? Sjálfsmatið er mjög gott og þau er alveg með það á hreinu að þau sé að gera góða hluti. Já, alltaf på tíu. Svo er raunveruleiki kannski einhver allt annar sko. Svo er það sko. Það kristallið þessari grein sem að Guðmundur Ari Sigurjónsson, Minn gamli góði skólabróðir. skólabróðir á Nesinu, Á Nesinu. birti í sínu nafni, vantilega að skrifa á Þórði Snæ, á Vísi í vikunni. Það sem að fer yfir það, fyrirsöndun á fréttinu það að ríkisstjórn sem getur og gerir í staði þess að standa kyrr. Þetta er svona einhver mantra sem að má hann ekki fá sér meira. Nei, hún sló á pustan á mér. Ég ætla að... Þetta ekki að grínast. Ég er að gera í þessu Gísli þetta fyrir sig taugatónir. Nei, hún ræður ekki við sig. Það er það sem er. Þetta er bara... Þetta er eðliskvöt. Ok, halda fram. Hvað myndir þú gera með Dr. Konvitur hún að byrja að fá sér? Ég veit það ekki. Man líður bara orðið hérna svo börnunum í Biafra. Það er bara, maður kemst ekki neitt mat svo dögum skiptir. Þetta er svo Oliver Twist. Í lörfunum. Ég hjó sérstaklega eftir í annarri málsgrein í þessari frétt og þá segir hann, gríðarlega margt hefur verið gert á því tæpa árið sem liðið frá stjórnarskiptum. Við sögðumst til að mynda að laga ríkisfjármálin og við stóðum með það. Hæfni náð. Sjálfsmat. Þetta er sjálfsmat ríkisstjórnarinnar, það er það að þau hafa verið að ríkisfjármálin. Það er ekkit búið að laga ríkisfjármálin, sko. Þú veist, nú er samgönguáætlun í klessu, þau segast alltaf að fjölga lögreglumönnum, það er ekkit búið, það er ekki verkefni kláruð. Það er búið að auka tekjur með sanngjöndum aðgerðum sem leggjast fyrst og síðast á breiðustu bökin í samfélaginu. Það er meðal annars foreldra langveikra barna sem hafa verið að reyna að nýta sér samsköttun af viðkomandi. Það eru rosalega breið bök. Ég veit það ekki. Já. Þau sem geta sannarlega lagt meira til samneyslu. Til í samneysluna, já. Þetta er sjálfsmatið. Já, þetta er sjálfsmatið. Það er upp í rjáfri. Já, það er enda, ég meina, samfélkingin er að mælast mjög hátt. Ég meina, alla mælingar að segja með þau sé að gera rétt. En ég held bara að þetta sé svolítið eins og með stjórnuna 2009-13 og eru þetta margar stjórnir. Þú færð 12-18 mánuði. Svo líkst veruleikin upp fyrir fólki. Sérstaklega kjölfar fjárlaga, segður að klára núna undir styrkri stjórn Ragnars Þórs Ingólfsson. Guð blessi þau öll. Og ég hlæði nú ekki oft á bröndurum hans. Nei, þetta er maður sem Ólafur Skaftsdóttir kallaði yfirleitt efnahagslegan hryðjuverkamann. Já, okay. En gott að hann segja þarna í þessum stól. Já, það er gott. Og Dagur Bjarkjason sem hefur rekið borgina með slíkum bravúr að slíktið sama hlýtur að gerast varandi ríkissjóð. Smjörið drýpur að hverju strái í borginni. Ríkisútgjöldin, þau eru bara þenjast út núna á milli umræðina í þinginu. Það er bara útgjalda flippið upp á 20 milljarða og síðan þessi meinta tekjuöflun sem að allir sjá að verður ekki veruleik. Eins og varandi þessa skatta á bílana. Og eitt er að tekjurnar kom ekki ríkissjóð. Hitt er það hvað þetta bjagar ákvarðanir fólks. Fólk fyrir að taka rángar ákvarðanir til að reyna að forðast að borga skattan á næsta ári og kaupa bíla sem þetta. Sigurður Andersen fór nú ágætlega yfir hér í þættum daginn. Og þetta er bara mjög alveg. Þetta mun koma fram í veikara hagkerfi og minni hagvexti og minni lífsgæðum. Og þetta er það sem er að gerast nákvæmlega í Bretlandi núna. Og svo þegar þau halda áfram þessari braut með skattheimtuna núna varðandi til dæmis bújarðirnar og annað, að þá mun þetta leiða til sömu þróunar í Bretlandi þar sem að ríka fólki, það er fólki sem getur hreyft sig á milli landa, það bara lætur sig hverfa, það ætlar ekki að lenda því að sér bara að það kemur að því næst ef það er ekki komið að því nú þegar. Ein ansi góð kona sem var að rýna í þetta með erfðafjárskattin á bújarðirnar, hún sagði, já, heyrðu, nú skil ég hvað ríkisstjórnin að gera. Þau eru reyna að koma í veg fyrir fækkun í bændastéttinni. Bændur mun ekki einu svona geta dáið vegna þess að erfðafjárskatturinn mun gera fólki svo erfitt fyrir, sko. Þeir mun bara þurfa að tóla út í óendanlega. Allavega þessi stjórn eru farin frá völdum. Sko, Sigurður Andersen og Sólveig Anna sátu nú saman hjá okkur í gærkvöldi, svo ég tala nú enn og aftur sjóið sem þú elskar, Gísli. En þá voru þær svona eiginlega bara... Ég elska ykkur og þetta sjó, sko. Ég veit, elskaði líka. En þá var Sigurður að brýna fyrir Sólveig að hún ætti bara að berast til skattalækkunum svo að fólk geti haldið meira eftir af sínum sjálfsaflafé.
svo þau ekki alltaf að vera að hækka þessi laun sko. Þannig að mér fannst það nú alveg svo fjallast þar í faðma og þú veist, ég veit ekki, það gæti eitthvað gerst Svo elegant. Var Sólveig að kaupa þetta? Já, það alltaf föðmuðust eftir þetta og svo gæði þeim gjafabræðu húleiknarstöðuna þannig að ég veist að það hefði bara Hvaðan var blússan hennar Sólveigar Önnu? ég er ekki með þessar upplýsingar Mér langaði til að grípa til Crayola litana minna og litana, manstu, þetta var svona þetta var mjög það voru svona línutekningar Já, en elegant Já. Talandi Sigríði Andersen þetta rant hennar hérna í síðustu viku út frá réttstöðuliftunni og þeirri forgjöf sem að hún hefur vegna smæðar sinnar Rant, var hann ekki bara verja sig? Verja sig, bara setja hún manninn í leiðir henni röð. bara vaða hér uppi með staðlösa stafi hún fullyrðir að hávaxið fólk hafi yfirburði í réttstöðuliftu en hún færði engin rök fyrir máli sín Ég vildi bara gefa henni tækifæri til að svara fyrir sig Heyrðu, spurðu bara Sigríði Andersen Liggur hérna undir árásum frá þér spurðu bara Sigríði Andersen hvort léttara að tósa 100 kíló á stöng upp 30 cm eða 60 cm. Hvort har meiri orku í? Það blasir við að það mun erfiðara að tósa 100 kíló á stöng eða hvað þyngdu sem hún er að lifta 60 cm þetta er 30. Þannig að þetta er ósatt og ég krefst þess að kraftlýftingarsambandið taki þetta til skoðunar og að núna verði ekki aðeins aldurs og þyngdarflokkar í þessum kraftlýftingum heldur líka hæðarflokkar. Þannig að það algjörlega Hann sko mun rólegri núna heldur en þegar hringdi mig eftir á þáttunum byrti sko. Þá hringdi alveg Þá var ég á Selfossi Þá tók hann apakvætin sko. á öllri holningu að Stefán veit ekkert liftingar ekki neitt sko. Það er það sem Sigríður sagði þetta síðast þetta einmitt sko. Ég er með allra sterkustu mönnum Þú ert með átröskun, það er ljóst Næsta mál Já, hann fór allavega tvisar í hérna rektina á árinu því ég sá 2 myndir á Instagram úr rektinni Einmitt, þetta er daburt segir hann og kant fyll í glasi Ég er hérna sko. Hvernig leysum við þetta mál með ykkur Sigríður Andersen? Mér líður bara svo skilnaðabarnið hérna sko. Ég hef rétt Mér líður ókslega vel, mér skeiði gott að þessu svona eitthvað í ykkur Ég skil vel að hún sé eitthvað reið og þetta er auðvitað bara eitthvað svona minnimáttakend Nei, minnimáttakend Já, hún brýst oft út í svona oflæti Láttu mig þekki það þegar ég horfa á það Herðu, örstuð, ég sá að það var könnun líka í Reykjavík að þar mæðist sjálfstæðisflokkurinn ennþá stærstur Já Ég ætla ekki að fara djúpt í þetta er bara, þú veist, við munum sjá svona kannanir í allan vetur en það er áhugaður samt að flokkurinn mæri stærstur þarna annar mánuðin röð Samfylkingin stendur svona nokkurn veginn í stað fylgir sjálfstæðisflokks er aukast en á sama tíma þá er vantilega að koma nýr frambjóðandi fram fyrir sjálfstæðisflokki, ekki fyrir sjálfstæðisflokki heldur í sjálfstæðisflokknum Guðlaugur Þór Já. sem er til að vaða í ótvitar sem er með 30% fylgi Ég er búin að halda því statt og stöðut fram að hann gerir þetta nú er ég í nokkra viku, eða eitthvað nokkra mánuði Stefán, þú er svo rústarinn með rafrann skilríki bara eða eitthvað farin á heimbanka sem hérna í símanum sínum. Ég var að fá að senda hann dóm sem ég þarf að lesa Já, en ég er að hlusta hérna, nei, en reyndar sko veit ég að það er könnun á leiðinni það sem er spurt hver vilt þú að vera næsti borgarstjóri og það sko það eru flestir sem vilja sko ekki svara þeirri spurningu Já, Ok, það er alltaf áhugavert Meirihlutin Já. En hver er eftir? Ég ætla ekki að sjá mig um það Ok, þá veitum við það, hvað það er En er Guðlaugur Þór að fara á móti? ég veit þú ert þunn þannig að ef ég gefur þetta flösku af mosaginni ertu til í að segja okkur þetta? Herðu, ég drekk ekki stertvin, gaman að segja frá því Nei, að sjálfsögðu ekki, það er vegna þess að börnin hennar meg ekki drekka það Ég skal þó taka hana Hérna, Stefán minn, Taktu þú hana getur bara með- alltaf á því blómumbæk Taktu hana bara með konfettinu og Já. hérna, Ég er að fara að koma 200 kíló hérna á nýjárið má bjóða þér vatn Já, ég er góð sko en já, ég held að Gulli fari ég held að hann eiginlega get ekki annað eftir það sem áður hefur gengið en ég menna svo kannski, þú veist, og ef hann klúðrar þessu þá var hann með skotta með til laffana aftur mættir í þinglokkin, ég veit það ekki, hann hefur enga tapa held ég sko, ég held að hann gunni í þetta mál Ræsir, Grafavóks, Vélarnar þú eru pesteraður hérna Ég bygg ekki Grafavogi Grafarholti, right? Já, er það ekki það sama? Þetta er sami hóllin undir þessu öllu Jú. En ég hef nú aldrei komið svona ofarlega í þetta byggði sko, ég hef nú bara verið í Þýskalandi Tekka bara í Google Maps Nú er ég mentuð í Þýskalandi Nei, þú gleymir því að ég vann fyrir verkfræðstofu í næstu 10 ár Hvernig líður þetta að ferða á land? Vel, veist það, ég vann fyrir verkfræðstofu í næstu 10 ár og þá var ég til dæmis, talandi út á land, send inn í síldavinnsluna
á Norðfirði. Og þú komst þaðan út aftur. Þetta alveg með ólíkindum. Ég var að taka myndir af einhverju ógeði í slíkum óþef og ég var að keyra sko... Þú er alltaf að lýsa landsbyðinni og hennar upplifuna því bara eins og að hún hafi endað í höllu Dofrakonungs en þó komist út aftur. Fullt að stála heiðarlega Nei, fólki það sem vinnur þetta hverjum einasta degi. Ég er sammála því, hring. glæselt fyrirtæki, ekkert af því, en ég var sendar alltaf að taka vídeo af einhverju svona vél sem var að fleita sko fytunni ofan af einhverju, þetta var ekki eins og Það þarf að gera það. ég veit það. Ég þurfti að taka myndir af þessu, það var hæðilegt. En ég farið út alla koppa grundur í mínu starfi, sko, þannig að ég veit alveg að þú átt heima eitthvað Grafarholti og það er bara geggjað, Til hamingi með það. Æ, takk. Herðu, en er það hlut að Reykjavík? Nei, hérna, sko, þetta mál, öllu, ætti það að vera hlut að Reykjavík? Það er stóra spurningin, sko. Þið verðum alltaf, er ekki búið að vera eitthvað svona? Grafavog? Já, vilja menn Vilja ekki bara kljúfa búið sig til sér sveitafélag út úr? Já, einhver hafa talað það. Þá er þið Gulli borgarstjóri Hann er Grafavogs. kóngur. Já, hann er kóngur þar. En, sko, þetta er þetta áhvert af því að það er sigling á Sjálfstæðisflokknum í borginni. Já, sem er fáránlegt. Sem er ótrúlegt miðað við stuðningi við flokkin á landsvísu sem er þetta bara niður í kjallara. Og þetta er þetta mjög svona trikki og áhugaverð spurning, sko. Ferðu í sitjandi oddvita sem er að fiska. Ég meina greinilega, 31%. Já, hún er að fiska, en Já. spurningin er sko, ætti Gulli að fara í Hildi í ljós þess að hún er að fiska í þessu ástandi og eitt svarið við því er, já, Davíð Oddsson gerði það 1991, hann fór í Þorstein Pálsson þegar Sjálfstæðisflokkurinn var að mælast í könnunum með held ég yfir 50% fylgi, Davíð fór í hann og menn töldu rétt að skipta oddvita fyrir flokkinn, þannig að það er ekki rökin fyrir því að það er ekki að fara fram oddvitaslegur liggi ekki í tölunum sem er að mælast. Það kunna vera einhverja aðra röksemd. Já, röksemdir var alltaf svo hver getur mynda stjórn. Það voru rökin hjá Davíð og Þorsteini. Menn töldu að líklega að Davíð getur mynda stjórn heldur en Þorsteinn. Já, og þá vaknar spurningin með eins og Hildi Björnsdóttur og Einar Þorsteinsson. Hvernig gat það gerst að þau gátu ekki mynda stjórn síðast? Af hverju gátu ekki bergað borgarbúum frá þessari ömurð sem við höfum setið uppi með síðustu 4 ára, eða 40 ára? Hann kennir Þórdísi Lóu það. Hann kennir Viðreisn það. Já, nú er hún að fara. Hver verður oddviti Viðreisnar í? Bjöllan? Nei. Hún er ekki það. Jú, víst. Hljóðsyndaður upplýsingar þá er Bjöllan Björg Magnúsdóttir útvarskona á RÚV eða sjónvarskona á RÚV sem er enda búin að vera að klukka sig mikið inn í vitur og svona en hún er greinilega leiðin í frambúð. Það er alveg augljóst. Herðu, ok, ég reyni ekki að meira borgamál. Þið finnst það bara Gísla finnst það. Hérna Já, getur við ekki bara að fara að klára Gísli, ég sé hvað þið líður illa undir þessu rausi þessari konu. Engist fyrirtæki vikunum er með keldunni. Já. Það er handhafi samfélagsverðlauna þjóðmála. Okkar maður. Íslandsbanki. Jón Guðni Ómarsson. Já. Garbaðingur. Ég ætla bara rétta, ég sá bara gengið hjá þeim hækkar töluvert. Hefur hækkað 30% frá því að síðasti hlutu ríkisins var seldur í maí síðastinu. Auðmikið vinur Páls Magnússon sem losaði þarna út bara á fyrsta degi. Já, það hefur hækkað 40% síðan þá, sko. Þannig að, nei, fyrir ekki, 40% frá því að bankið var fiskar á markað 2021. Já. Þannig að þetta er, hvernig heldur vinurinn hafið það? Hann er með bökum hér. Litli vinurinn? Já. Nei. Páls. Hann liggur í kör. Leini vinurinn. Hann liggur í kör, hann er karlægur, eins og maður segir. Er Íslandsbanki bara að gera ágætis mót? Jú, þetta er bara flott fyrirtæki. Þetta er flott fólk. Og bara sjáu kaupillum, við hefum fullt af flottum fyrirtækjum sem er að gera góða hluti og það einast það þarf að gera er að stjórnvöld þurfa að búa þessum fyrirtækjum, taka sínar viðbjóðslegu krumlur af atvinnulífinu og af almenningi, gefa fólki frelsið til þeirra athafna, orðs og æði sem að fólk kýs. Þá verða til verðmætin. Það þarf að draga úr reglugerðar farganinu og það er næsta umræða sem við þurfum að eiga. Það varða þennan EES-samning og þetta rugl sem vellur yfir okkur hér í stóru og smáu, það sem einhverju fávitar í Brussel vilja ákveða hvers konar rör ég nota í sjeikin minn eða hvernig bíl ég keyri. Ég er algjörlega að gefast upp á þessu nýja bíl sem ég er á. Hann pípir þetta er eins og að vera á vaktin á gjörgæslunni í Fossvogi. Það er bara alltaf eins og einhver síðan að deyja. Sko, ég held samt að sem er mjög misráðið að 15% sjálfstæðisflokki núna, að vera alltaf, hann er staðinn upp, já, ok, að hjakka endalast í þessu ESB kjaftaði. Talið bara það sem skiptir máli, sem er bara frjálsviðskipti, lækka skatta og allt þetta. Já, það er ekki hægt að stunda frjálsviðskipti ef við eigum að taka þetta endalösa fargan frá Evrópusambandinu. Nei, ég er að sammála því. Það þarf bara aðeins að breyta þessari orðræðu. Það þarf bara að tala til auðmanna og tala til fólks í atvinnulífinu og í viðskiptalífinu sem vilja þessa grunnprinsip. Það þarf að hamra bara betur á þeim.
og ekki eitthvað að horfa til fortíðar, heldur bara fókusa á þetta. Ég ekki búin að ljúka mínu tali Jasonsmáli. Þess er staðinu. Komið drep í raskinu eftir að sitja þetta. Tvö stuttmál eftir. Ef að vinur okkur í Epic Back myndu að henda upp stuðli, hver verður næsti ríkislögustjóri? Við vorum að ræða þetta aðeins Sigríður Björk áðan. Verður ekki Kolbrún Benediktsdóttir? Ég myndi alveg segja að stuðlinn væri Lára og hana sko. Ég hefði á sínum tíma, þegar Sigríður Björk var skipuð ríkislögustjóri, þá hefði ég skipað Pál Winkel. Ég held að Pál Winkel væri ennþá ríkislögustjóri og ég held að EBITan hjá Jysk hefði verið lægri síðustu 2 árum. Ég held að það sé rétt. Já, hann hefði orðið miklu farsælli ríkislögreglustjóri og með höfðu skrúa rétt á ekki í einhverjum svona vók gýr eins og lögregla og náttúrulega lögreglustjórinn Reykjavík líka. Lögreglan bara undir vondri stjórn því að það bara fókusinn ekki á því sem máli skiptir. Sem hið raunverulega öryggi borgarina í landinu. Já, hann settur þessi... Ég alveg sammála því en ég var að spyrja bara hver næstur sko. Grímur Hergeirsson, hann settur. Hann skallameistari og flottur. Líka leiðin til Tyrklands með Einari Bárðarsyni. Mun mæta kaflóðinu. Heldur að Kolbrún fari í þetta? Nei, ég meina, hún svona darling, hún besta vinkona Þorbjargar Sigríðar. Og það segir mér, ég meina Þorbjörg Sigríður þetta með einhverja svona vini sína úr þessari saksóknara embættismanna klíku. Ég meina það gríðarleg pólitík hérna innan hús, bara innan lögreglunar, þannig að það örugglega ykkur. Það finna þessu öllu að hugsa ykkur ef Helgi Magnús Gunnarsson hefði þegið vararíkislögreglustjórastöðuna sem átti að búa til fyrir hann til að leysa vandan sem kom upp hjá ríkissaksóknaraembættinu eftir að hann sagði dýrasta lesbíubrandara sögunar. 300 milljóna brandari. Þá væri hann núna settur ríkislögreglustjóri og sennilega væri erfitt að ganga fram hjá honum embættið. Ég held að Helgi Magnús hljóta að klóra sér og naga sér handabökkinni við að hafa ekki þegið þetta helvið störugl. Já, talað yfirlæti sem verður mann að falli. Já. Kíkja hann ekki bara heimabankan til að hugga sig? Jú, það líf og fjör þar. Já, og verður. Bara eins og Sigríður Björk sem líka bara með ofurlaun í dómsmálaráðuneytinu. Svo geggjaði dansari. Eina sem mætti á æfinguna sem var daginn áður. Það endur að hún ekki vinnu eins og ég. Herðu, í lokin, ég kíkti á Kringlukonni vikunni, þá voru menn að ræða það hver verður formaður Framsóknarflokksins. Það ennþá verið að skora Willum, en Lilja Alfreðsdóttir greinilega ennþá að Við erum klukkan. Ég legg mig alltaf. Leggur alltaf síðdegis. Ef ykkur var í vafa að sem maður sem ég illa haldina alkoholisma, þá það staðfest núna. Þetta er leist upp við viltu sjá okkur. Willum býður sér fram. Willum langar ekkert að gera þetta, en ég hugsa að hann verði nauðbeygður til að gera þetta. Heldur hann langið ekki? Ég sagt að hann verði að gera þetta. Já, ég er að segja, þú veist, ég er að hann verði að gera þetta út af launum. Ég held að forsetastæðin í sí væri fullstarf, ég held að það bara hálfstarf. Það ekki einu sinni hálfstarf. Og ég held að slappa þú af. Þú situr líka í eitthvað svona íslensk getspá í ykkur annari stjórn og það ríkulega greitt. Þannig ég hugsa hann sé alveg mánaðarlaunur í góðu lagi. Okay. Hann langar ekkert í þetta jobb. Nei. Ekki neitt. En hann verður neittur í það. Og í bara svona gamla góða íslenska meðvirkni. Hann mun vinna Lilju Alfreðs. Já, klárt. Að ég fara að leipa ykkur helgina? Það var ágreitt. Ég þarf að fara að fá mig drikk. Það var vekjarklukkan fyrir það. Já. Ég still alltaf klukkuna á 6. Ef skekkinni ég sketi sofna í daginn, þá vil ég ekki missa kvöldinu sko. Já. Þetta að vera alveg örugur. Svona eru veikindin. Þetta takk fyrir að hleypa okkur inn í þitt furðulega líf, Stefán Einars. En ég ætla bara að fara að segja þetta gott. Ekki? Maðurinn staðinn upp, liggur hérna í Samsung-símanum sínum. Já. Sjóndapur að vanda. Hér var ég að fá meldingu frá Eiði Smára Valsinni sem á leiðin á Suðurpólinn. Skrifar hér. Og það gullfiskur, það snjóbreiða. Og hann segir, nýr þáttur af þjóðmálum styttist undir og íslenskur fiskur heldur manni gangandi þessa seinustu kílómetra að Suðurpólnum. Já. Menn eru að hlusta á þjóðmál í öllum byggðum heimsálfum heimsins en einnig þeirru óbyggðu sem Suðurskautið. Heldur betur. Látum það vera lokaorðin. Já, þakka fyrir. Kristín Durrastóttir, grafskur hönnuður, lærður. Langskóla gengin. Stefán Einar, guðfræðingur, heimspekingur. Takk fyrir komuna. Góða helgi. Takk. Þið sem hlustuð og þið sem horfið. Góða helgi.